5, 4, 3, 2, 1. Trölladráp! Litla ananmaður! Mundi, góða strákur! Góða kvöldi gott fólk og verið velkomin aftur í Almenna bikarinn Season 3. Ég heiti Markus Pálmason a.k.a. Fenrir og með mér er Þráinn a.k.a. Rottweiler. Hvað segirðu? Ég er solid, sko. Það ekki? Jú. Þetta er alvöru leikur framöndan hjá okkur. Já, þetta er spennandi. Exi á móti Silfur. Já. Við erum allavega mjög spenntir og vonum að þið séu spennt líka. Það er spurning, sko, er eitthvað svona, heldur þetta verði close leikur, heldur að þetta verði öðru megin kannski, meir en hitt, eða eitthvað svona sem þú átt von á í leiknum helst? Sko, ég eða eiginlega vonast til að þetta myndi ekki vera eitthvað, eins og ég sagði á hann, eitthvað svona steam rólega leikur. Skilji. Ég vil eiginlega fá svona, eins og Exit 2. Einmitt. Ég vil eiginlega fá svona eitthvað ógeðslega mikið hype og þú veist. Já, bara stemming í kringum þetta og hita í leikinu og svona. Eitthvað svona spennandi. Nákvæmlega, hafa smá passion í þessu. Já. Við munum nú væntanlega allavega langflest eftir því hvernig fór á milli þessara liða í seinasta skipti sem þau mættust. Já. Það er að mínum að þetta einhver skemmtilegasti leikur í almenna í Overwatch bara ever. Já, það var. Og reverse sweepið hjá Silfur á móti Exi. Já. Og þannig að við vitum alveg að Silfur hefur þetta í sér, alveg eins og Exi og þessi leikur getur farið að báða vegu hvernig sem er. Við erum staðsettir hér allavega í Arena, heimavelli rafíþrótta á Íslandi. Þökkum kærlega fyrir að fá að vera hér og eins og þið kannski sjáið þá breytir þetta rosalega miklu að fá að vera með svona alvöru aðstöðu í kringu sig. En gaman að segja frá því að ég náttúrulega tengist persónulega Exi eSports tiltölulega mikið, þekki strákana þarna rosalega vel og allt góðir félagar mínir. Ég vissi þetta af því. Nákvæmlega, og sömuleiðis er það með þig og Silfur, náttúrulega fyrirverandi leikmaður þar. Já, fyrirverandi leikmaður og tala við þetta fólk eiginlega bara dagsdaglega lífi. Nákvæmlega. Þekkir þessa einstaklinga vel og hvað þau spila og hvernig þau vilja vinna með þetta. Já, svona þekkir þeirra gameplay og svona þeirra stöðett. Nákvæmlega. Þannig að ég veit svona sirka bát hvað þú veist þeir að fara að púlla í þessum leikum. Þú veist náttúrulega hvað styrkleikarnir svona liggja og veikleikarnir liggja og hverju maður má kannski búast við af Silfur. Svona svipað með mig og Exi eftir að hafa spilað kannski með liðunum nógu mikið, náttúrulega sem fyrirverandi leikmaður og svona. Og veistu kannski aðeins meira heldur en hinn meðal áhorfandi. En eins og ég segi, gaman að við segjum einmitt svona á báðum hliðum en samt á sikkurri hliðinni, setur sem á að hita í leikinn sjálfan og hita í kastið líka. Þannig að þú veist, við reynum að hafa smá ástríð í þessu. Síðan áður en við förum inn í leiki kvöldsins, þá var kannski spurning að fara aðeins yfir liðin. Yfir liðin? Við vitum náttúrulega að Exi eru búin að styrkja sig svakalega síðan í síðasta tímabili og við vitum að þeir eru með svakalega tanka í liðinu sínu. Já, þeir eru með. Það er alveg hreint. Já. Þeir eru sem sagt með náttúrulega sko ELO á tank hjá sér sem er náttúrulega, einn besti tank á landinu, myndum við segja? Ég myndi örugglega að segja topp 5, topp 4. Ég held að sé eiginlega garantít, sko. Þú veist, með þess að topp 3, þú veist, gæinn er bara, hann er rosalegur, sko. Hann er gate á, þú veist, dífu, Sigman hans er líka mjög solid. Hann er svo aðhliða tankleikmaður, getur spilað eiginlega allar tankheitunda bara sjúklega vel. Ég myndi segja eina sem hann er kannski ekki fullkominn á oft, er ball. En annars myndi ég segja, sko, og náttúrulega fyrir utan Rissuna sem þarf eiginlega ekki að fara kannski út í, en á flestum öðrum tönkum þá er hann eiginlega bara jafn góður á þeim flestum. Já, og það er, þú veist, þegar ég var að keppa á mótunum í seinasta leiknum mínum, þú veist, þá var ég og hann stanslaust í þessi one-on-one Sigma fight sem getur verið endalaus. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, hann veit hvað hann er að gera, þú veist, hann veit hvernig á að spila leikinn, þú veist, hann veit hvað hann á að staðsetja sig, hann veit hvernig hann á að ulta. Einmitt.
og þú veist, tenglínan hjá XI er mjög solid. Það er nefnilega málið sko, en við sáum það nú náttúrulega á móti ykkur að Kaldi er komin á tank hjá XI. Já, Kaldi. Finnsi var á DPS. Já. Það er interesting take hjá XI að taka Finnsa af tankinum, setja Kalda á tankrólið og Ottes á support. Nældu sér þarna í frábæna support player úr atgerum, Ottes, já. geggjaður mainhealer. Þeir voru náttúrulega með Strandaglópa fyrir þetta sem er náttúrulega frábær Lucio og Sen og Brick player. Og síðan náttúrulega eru þeir með núna Orion, nýja leikmanninn á DPS. Kemur upprunnilega úr sko Musteri, akademíunni, en fór þaðan síðan og var með böðlum náttúrulega í helgamótinu. Þannig að hann er alveg með reynslu að spila með bara the best of the best. Þannig að eins og staðan er núna að miða við þessa uppstillingu hjá XI, þá eru þeir bara verulega sigurstranglegir. Já, það er líka þeir, þú veist, Kaldi, Orion, Realm, Atli, eða Ottes. Þetta fólk er búin að bæta sig óvenjulega mikið. Nákvæmlega. Það er nefnilega málið, þú ert að sjá framfarirnar hjá þessum leikmönnum, eins og þú segir, Orion og Ottes myndi sér sérstaklega, sko. Sjá einmitt eins og Ottes bara, þú veist, hann hélt sínu sæti í atgerum þarna tímabil, spilaði alveg frábærlega með þeim, sem kemur hann til XI svona sem bara búinn að missa sæti sitt í atgerum, kemur yfir í XI og sýndi bara hann á alveg vel heima í öllum liðum. Já, það er líka, bara, þú veist, svakalegt sko. Það er líka, þú veist, ég er búinn að fylgjast með Ottes síðan hann bara, þú veist, bara frá Diamond spilaða, kom hann upp í, þú veist, low game. Man einmitt eftir þessu þegar hann var einmitt bara svona að daðra við Diamond ennþá. Og sjá bara hvert hann er komið núna sýnir bara hversu alvara honum er með þetta og metnaðin í drengnum skilur að leggja svo svona 100% fram. Og ég meina sama gildir með Orion. Menn muni alveg eftir því þegar hann var bara að daðra við Diamond sjálfur. Já, og síðan komur bara upp í game, bara out of nowhere. Nákvæmlega. Það er akkurat málið sko. Ég hef oft sagt að við fólki í kringum og svona að ég tek mikið pride í því að ég hefi spottað Orion langt á undan mörgum öðrum. Að ég var alltaf að tala um það þegar hann var bara í Musteri akademíunni, svona low diamond, high plat einhvern veginn, að dara þarna inn á milli. Að þá einmitt sagði ég við þá sko, haldið þið þennan sko. Þetta er alvöru hitskan leikmaður. Á Cassidy er hann bara næstu unrivaled þegar hann á sína góðu daga. Sýnir sér bara á móti ykkur, við munum á eitt play þarna á, ætli þessi ekki Numbani. Það sem hann átti play á The Game of Kree. Jú, það var Numbani. Svakalegt play skiluru. Og þú veist þessi maður er rosalegur á Cassidy. Orion er með gott aim, þú veist, fyrir bara, þú veist, bara gott aim og gott, ég veit ekki með game sense hans, en þú veist, hann er drullu solid. Já, hann er drullu solid leikmaður sko og alltaf gott að hafa hann svona innan sinna raða, sérstaklega þegar það eru, þú veist, hetjur eins og Cole Cassidy, þú veist, damageið út frá Cole Cassidy er svakalegt þegar þú spilar hann rétt. Já. Og hann er svo rosalegt must pick í mörgum team comps. Já. En að því sögðu, nú erum við búin að ræða þessum XI, Silfur, já. Þeir eru öðruvísi en þeir hafa oft verið. Það eru, held ég, 3 nýr playeran og það er slatt af role swap, en ég veit að Daniel og Suffusion er tank. Ég held að Suffusion er að taka á sig á off-tank. Ég er búinn að sjá hann núna spila, syns að hann er að þetta í að vera mjög solid off-tank playið, main tank playið meinti ég, sorry. Kann þetta ról náttúrulega og þú veist, getur alveg vel spilað þetta. Það sem að mér finnst svona áhugaverðast við þetta er bara, hann er drullu góður DPS-spilari líka. Já. Þannig að svona áhugavert að setja hann á tank með Daniel og setja hrútspung á DPS. Já, síðan er náttúrulega hann Daniel, hann var náttúrulega main tank í helgamótinu og season 2 og ég veit að því að hann er að spila off-tank núna. Já, einmitt, væntanlega minnumst á það að hann er áður þekktur sem main tank player og undir gamertakinu Blue Boy, einmitt, breytti því í Daniel, eins og er væntanlega þá hans nafn í alvörunni. Hann var main tankin hjá þeim seinast og það eru margir sem tala um það að hann hafi átt risaleik á móti XI einmitt í seinustu viðureik þeirra sem þeir eru verið svípuðið á. Þannig að ég hef byggt miklar vonir við hann allavega fyrst hann er núna búinn að skipta yfir á off-tankin. En eins og ég segi, þeir eru náttúrulega með hrútspunkt hérna á DPS og síðan eru það supportarnir. Lilja og hrútspunktið á DPS. Já, einmitt, Lilja og hrútspunktið á DPS og síðan eru það þessir nýju healerar. Já, það er Engo og Gjalla. Það eru nýjir leikmenn. Það eru nýjir leikmenn. Og það er spurning svona við hverjum maður átt að má búast við að þeim. Já, sem sagt Gjalla var þekkt sem wifi
Hún kemur frá útlöðum. Áður þess sem Wi-Fi, nákvæmlega. Og einhver glænin, hann var í helgamótinu. Spilaði einmitt með þeim í helgamótinu, spilaði rosalega vel þar, fannst mér persónulega, sko. Átti stóru leiki þar og hérna er frábær önuspilari, myndi ég sérstaklega að segja. Já, ég held að það sé byrjað núna að æfa svo BAP. Já, gaman að því, sko. En hann er rosalega sterkur á önunni samt. Við höfum séð það hjá honum áður, sko, og hérna sérstaklega mitt í helgamótinu spilaði frábærlega þar. Og það má nú ekki taka mikið af Gellu, eins og ég segi, áður þess sem Wi-Fi, þú veist. Hún er líka frábær healer, þú veist, það er alveg styrking fyrir þeirra lið líka, þú veist. Wi-Fi er líka búin að bæta sér helling, hún er búin að spila mjög, hún var, þú veist, 2009. Já, hún er alveg að nálgast masterið, það er það ekki? Hún komst í master þetta season á 3,7. Alright, það er svoleiðis. Þannig að... Ég meina, hún er nú drullu góður til og með Brigg-spilari. Já, við höfum séð það frá henni áður. Hún spila Brigg, Lucio, Sen held ég. Já, maður hefur séð hana nú henda í Mercyna líka ef að svona þess þarf skilur við. Já, ef að Lilja kannski hendir sér á Ashe eða eitthvað svoleiðist, þá gæti maður alveg séð Wi-Fi eða a.k.a. Gellu fara á Mercy. En mér sýnist liðin vera klár að fara á hérna fyrsta map. Þannig að eins og við minnum ykkur á að þá er fyrsta mappið Nepal í þessari annari umferð almenna bikarsins. Seinustu leikir þessara liða enduðu með því að Silfur töpuðu 3-0 fyrir Böðlum, Exi unnur Tröll 3-2. Að því sögðu þetta verið frábær leikur. Sjáum hérna uppstillingunni hjá liðinum. Vilt þú ekki byrja kannski á því að lesa upp Silfur þráinn? Já, það er Daniel á Alliance, Fusion á Rísu, Fruitspunkið á Krí, Lilja á Sim, Gella á Lucio og Engo á BAP. Og hjá Exi sjáum við Elo og Kalda á Diva Rhine, Finnsi á Symmetra, Hospes kemur inn í byrjunliði fyrir Orion á Mei, Strandaglópa á Lucio og Otters á BAP. Sjáum að fætin er hérna byrjar á punktunum, bæði lið TP að þarna nálægt. Þetta er rosalega mikið hitasvæði fyrir bæði lið og Lilja þá nær Kalda niður og Daniel með picks. Mér sýnist Silfur bara vera með yfirhöndinni hérna. Hvernig ætla Exi að responda við þessu? Þeir hafi í raun og verið engin svör. Og Silfur tekur fyrsta fætt. Ég meina, þetta er þess að ég sagði, Daniel er búinn að bæta sér hell. Já, ég meina, við vitum öll hvernig hann stendur sig á maintank-rólinu og nú er þeir til dæmis með double shield þarna. Þú veist, hann er bara, þú veist, hann er minnst að detta í shattin. Já, ég minni fólk á að skoða aðeins samanburðin hérna. Daniel er 98% á því að fá shatterið sitt, á meðan að Kaldi er aðeins í 17%. Bara svona til samanburðar. Það er bara, þú veist, hann er komið með shattir bara á fyrsta fight. Sjáum hérna að Exi er að TP-a hérna upp í vinstra megin, þeir droppa síðan niður á punkti til þess að reyna að kontesta þetta. Þeir þurfa að gera þennan bardaga svolítið hraðan og tefja ekki of lengi því að þetta tikkar alltaf prósenturnar fyrir Silfur. Hér kemur shatter, það er blokkað af Kalda. Hér fara þeir inn, Finnsi með gott pikk á Daniel, Kaldi með pikk á Gelluna. Mér sýnist Exi vera komnir með yfirhöndina hérna. Þeir halda bara áfram að ýta hraðar inn og þetta er orðið svolítið erfitt hérna fyrir Silfur. Það koma út nokkur ultimates, þeir nota Window, þeir nota High Noon, þeir nota Simwall og þeir notuðu Shatter. Mér sýnist þeir samt vera að tapa fætinum. Finnsi svo að fellur úr hútspunkur og Daniel með sér eitthvað pikkið. Hospes nær pikkið það. Daniel er ennþá going at it. Rænin þeirra er bara á lífi að gera allt fyrir þá. Þeir vinna fætin. Þetta var... Ég veit ekki eins og hvað ég að segja. Þetta er bara, ég er nánast orðlaus. Bara sömuleiðis, sko. Þetta er bara... Ég held að Exi hafi ekki verið að fókusa á TP-in. Nei, þeir eru bara greinilega ekki alveg komnir inn í þennan leik og þeir eru ekki að einbeita sér að því sem þeir eiga að vera að einbeita sér. TPs, turrets, immortality og allt svoleiðis. Þetta er allt sem að tikkar inn fyrir Silfur sem er náttúrulega komið í 75%. Hér sjáum við að þeir TP aftur upp í top left. Þeir ætla bara að gera sama strattið. Ég býst að þeir droppi hérna niður á það, væntanlega. Já, einmitt. Þeir eru komnir, þeir walloðu af. Nú kemur Mei-ultið. Þetta er orðið risastórt. Strandaglópi með pick. Takið nú út lampan, strákar. Elo nær Daniel, Sigfusion hins vegar nær Strandaglópa, kemur út Simwall frá Liljuþór og hér kemur Finnsi með gott pick á Engo, Elo með á Sigfusion, Lilja nær hins vegar Hospes, Hospes fellur en hún fellur líka hún Liljuþór, Elo nær henni, mér sýnist Exi vera komnir með yfirhöndina hérna, náðu þeir að stóla til 99, já, Gella nær að gera það, Exi komnir með punktinn, en Silfur í 99%. Mér fannst eins og Exi voru að nota of mikið ultum. Já, ég meina þeir notuðu þarna Beat, þeir notuðu hérna Mei-ult, þeir notuðu Diva Bomb. Já. Á meðan að samt Silfur notaði náttúrulega líka Beat og Simwall. Þannig að, þú veist, þetta er svona á báða vegu. Báða vegu. Af því sögðu þá er Silfur með Bongo hjá hérna á Rissu og er að komast aftur í Shatter. Og er þið frekar nálægt High Nooninu. Já, þetta gæti verið stórt ef þeir skipuleggja sig vel hjá Silfur hins vegar.
Við sjáum hérna, þeir típja bara beint á punktin, þetta frábæra að spila. Risastórt shatter hjá Kalda. Ég trú ekki mínum eigin augum. Þetta náttúrulega bara, maður orðlaus að sjá þetta. Þeir típja bara inn og þeir fá shatter beint í andlitið. Þetta það sem ég vil sjá, þetta svona spennandi. Tók það sérstaklega fram fyrir seinasta leik. Kaldi einhvern sem þarf að fylgjast betur með, fer oft undir radarinn sem tankplayer, að hann oft þekktur sem supportplayer líka. Þetta það sem maður á að búast við. Mér finnst svo gaman að sjá fólk ganga svona vel á svona rólinn sem ég spila lítið. Við sjáum hérna einmitt TP-inn hjá Silfur og það kemur út shatter, nær hins vegar engum. Hér kemur Hæ núna út frá hrútspungi, nær hann pikkjað. Hann nær tveimur, hann nær Hospes og Kalda, Finnsi fellur líka fyrir Daniel. Mér sýnir Silfur vera að ná punktinum aftur. Nú þetta bara spurning að tefja punktin. Nær Strandaklúbbinn nær að lifa svo stutt út af þessum turrets. Mér sýnir Silfur vera að ná fyrsta rándinu og þeir gera það. Það 1-0 Silfur á fyrsta mappi. Ég meina Silfur bara náði Elo bara strax. Þannig að Hrútspungur var bara með frítt Hæ núna. Þetta var bara mjög erfitt fyrir Exi. Ég meina, þú sér það líka með liðið hjá Silfri að sko, Silfur að stilla upp til hans núna á Rissa Rhine og þeir eru með Lucio með því. Á öllum blöðum sem allir óvarðspilarar myndir lesa væri þetta ekki það sem þú myndir gera. Þú sérð til dæmis ekki og Rissu og Lucio spila mikið saman. En af einhverjum ástæðum, þá virkar þetta fullkomlega hjá þeim. Þetta bara þeir gerðu þetta svo óaðfinnanlega að maður eiginlega smá sjokkeraður. Já, mér finnst þetta bara ekki að spila, bara vel spila á Silfur. Sjáum núna að Sigfusion komin yfir á Dífuna, en þeir halda sig annars við óbreytt lið. Sama skapi Kaldi komin á Rissunu hjá Exi, Finnsi fer á S og Strandaklúbbi á Sen, á meðan Hospes fer yfir á Hansó. Þeir að gera þetta hlutin að setja sig á þennan stað Silfurinn. Sér líka rotationi hérna hjá Silfur að þeir eru að komast svo rosalega langt og búa sér til mikið pláss á svo hröðum, bara svo stuttum tíma. Við sjáum að Exi að reyna að halda fjarlæðinu svolítið að þeir vita að Russi hjá Silfri getur gjörsamlega eyðilagt allt sem þeir ætla að gera. Mér sýnist þeir ætla að rotata bara þarna hægra megin sem þeir gera. Þeir eru náttúrulega með svakalegt spam í Hansó, S og Sen. Nú eru Silfur komið á pointið. Daniel orðinn rosalega low, það kemur út lampi frá Engo. Hér Elo ennþá að halda pressuna þetta fyrir ofan punktinn. Nú færir hann sig inn á til þess að testa þetta. Mér sýnist þetta að vera komið hjá þeim. Finnsi nær risastóru pikki á Lilithór. Elo nær Daniel. Nú þetta bara spurning að deyja strax eða stóla. Elo með enn annað pikk. Þú veist, þetta bara Elo, Frílo í bíló skilurðu. Og Finnsi þarna að klára þetta upp eftir hann. Þú veist, þetta það sem að Exi þurfa að einblína á. Það eru styrkleikar sinna leikmanna og fara inn hart. Ef að Silfur missir leikmann, góið inn, alltaf. Þú veist, þetta bara, við sáum bara perfect top definition af bara, Elo sem playera bara, í þessum leik. Já, þú veist, hann á Dífunni, hann náttúrulega bara, þú veist, fyrir utan þetta dúel á milli ykkar í fyrstu umferð, þá ekkert margir sem að hafa kontestaðan á Dífunni. Maður hefur ekki séð á marga. Hann bara rock solid Dífa-player. Já, þetta bara svakalegt sko. Að því sögðu þá sjáum við hérna Daniel komin yfir á Monkey, Lilja komin yfir á Fur og fær Gellu og Mercy með sér. Engo fer á önuna þá á móti. Lilja Þór nær Ottes, risastórt pikk frá Lilju strax í byrjun fætarins, en Finnsi nær Lilju á móti og mér sýnist Exi vera að ná sig Hospes með gott pikk á Gellu. Kaldi nær Daniel og Hrútspung og Hospes klárar þetta niður. Gaman að segja frá því, gott fólk, að þið vissu ekki frá því. Nafnið Hospes, dregið úr latínu, þýðir akkurat gestur, sem þá nafn leikmannsins. Vist alltaf svo gaman að segja frá sig, þekki hann persónulega sjálfur. Fylgist þið vel með þessum og hans og hann að hitta rosalega vel af headshots. Sást þarna að Lilja kom inn, náði góðu pikki. Óheppin að vera tekin út. Já, þetta var óheppilegt. Þetta var mjög óheppilegt, af því hún var komin á góðan stað og búin að ná einu góðu pikki. Það leiðilegt þegar það heppnast ekki alveg betur en það. Já, þú veist, það var bara brent búbluna hjá í raun og veru, já. Þú veist, það svo lítið sem við getum gert þarna á Monkey. Einmitt. Hér sjáum við að kemur út window frá hjá Exi. Þeir eru með öll ultimate sín og meðan Silfur í raun og veru ekki með neitt. Þeir þurfa að reyna að ná að kreista út einhver picks á hans að nota ultimates, af því eins og ég segi, Exi með öll ultimates í staðinn fyrir utan window. Og nú eru þeir komin í 83%, Silfur standa á punktinum, Finnsi, hann bobbar út af, ekki alveg vissu hvað planið var þarna, en Lilja nær gest, eða Hospes segi ég, Elo nær Daniel og mér sýnir Silfur ná punktinum, nú byrja prósenturnar þeirra að tika, Elo heldur bara áfram að keyra sig í gegnum liðið þarna, það ekki hægt að stoppa henni mann þegar hann komin á Dífuna, Finnsi, Kaldi og Strandaklúbbinn ná að hreinsa þarna upp, gaman að sjá Strandaklúbba henda í Senjatta þarna, hann vel þekktur fyrir að hitta skotinu sínum vel á þeirri hetju, að því sögðu, þetta ekki bara Elo? Þetta er bara Elo. Þetta bara Elo að gera hans þeng, skilurðu, og hann bara vel þekktur fyrir þetta, hann nánast óstöðandi. Já, mér finnst líka... Það 1-1. Já, það 1-1. Mér finnst líka, ég veit ekki alveg með
Bapp og Ano og Dísi þarna. Já, það er svolítið tæft sko, ég líka sko, ég veit ekki hvað það er, ég var orðinn svolítið hrifinn af því að Lilja var komin á föru með Gellu og Messi með sér. Það virkaði svona nokkuð, þú veist, hún náði góðum pikum í byrjun bardagans. Ef þau til dæmis verið með Monkey Diva eða ballplayer eða eitthvað svoleiðis sem hefði getað followað upp á öllu engageinu, þá væri þeir í yfirtölu. En Orisa hana, það er erfitt sko. Það er mjög erfitt, þú veist, þú getur ekki dælt þessi heals í þessi á þessu á Nei, nefnilega ekki sko. Og þú veist, það er líka bara, þú veist, þú sér það núna til dæmis að Silfur er bara aftur farið á comfort pickið, farið á rushið. Þeir eru komin eins og það með Sarju í staðinn fyrir Dífu. Það gæti virkað. Gæti vel virkað. Ég hef séð Daniel spila með Sarju players og það virkar. Það virkar sko. Það virkar. En þú veist, með Finnsá Ashe. Þetta er stórhættulegt sko. Þú veist, þú ert að spila hættulegan leik. Já, það er nefnilega málið. Þetta er að við komum inn á einmitt í leikkartöflum og hrútarakvöldum með áðan. Díva í Dynamite, þetta er svo mikið. Hér sjáum við að Lilja nær Finnsa en strandaklópa Hospes með góð pick sjálfur. Exi er í yfirtölu hérna. Lilja hins vegar nær kalda, hún er bara full charge going at it. Hospes hérna nær Hrútspung og Daniel. Hospes er bara going at it á Hanso. Hann er popping off hérna á punktinum. Nær hann að gera eitthvað meira. Hann nær Lilju líka. Þetta er svakalegt. Ég trúi þess ekki. Silfur er svo nær punktinum. Þetta er svo leiðilegt fyrir Hospes, búinn að gera svo mikið í þessum parta. Náðu þeir einhverju meiri út úr þessu? Nei. Strandaklópi hins vegar nær sig Fusion. Exi er alveg í yfirtölu hérna. Ef þeir ná að kontesta þetta eitthvað meira. Hospes er ennþá inn í þessu. Hann er að spamma rænskjöldin hérna. Silfur þurfa að spila þetta almennilega ef þeir ætla að lifa þetta af. Hér sjáum við Exi er komið inn. Finnsi er komin á föruna, ekki með Mercy Pakistan. Hospes heldur bara áfram að gera sitt, skiluru. Hann er bara að skjóta allir liðinu, tekur út lambar hana, nær hann einhverjum fleiri pixum í þessum fight. Elo kemur að inn til sig hjálpunum, nær Daniel og Lilju Þór. Mér sýnist Exi vera að ná þessum fight. Já, Strandaklópi klárar þetta sig Fusion. 32% fyrir Silfur, nú byrjar prósentur að teka fyrir Exi. Ég meina, þú veist, að sjá Elo bara góa inn og bara ekki deyja. Þetta er bara svakalegt, ég bara trúi þessu nánast ekki. Elo er búinn að ná núna bara þeim 4 picks. Hann reyndar hendir í reset hérna. Í bara seinustu 4 fight. Já, það er líka bara, þú veist, þú sér það. Tökum bara Hospes sem dæmi. Þetta er svona varamaður hjá Exi og hefur ekki verið byrjunleilis maður hjá þeim eitthvað svona endilega. Þá byrjaði ekki á móti ykkur. Kemur hérna inn og á risa moment. Nei, heyrðu, þarna kemur drekinn. Nær Lilju, Finnsi nær Hrútspungi og Kaldi tekur út Daniel. Þetta er ekki alveg að ganga hjá það núna. Nei, ég held að þið ættu að sissa úr þessi kompi. Já, það er ekki alveg þeirra að gera þetta því að Finns heldur sér bara svo langt í burtu. Hrútspungur er komin á Solskjær. Það er eitthvað. Já, ég veit ekki alveg með þetta sim. Nei, ég hugsaði það sama. Þú veist, sim align, þú veist. Þeir eða spila long range. Hér sjáum við að þeir koma satt inn á punktinn Silfur. Þeir þurfa að fókusa. Heyrðu, Hrútspungur nær Finnsa þetta í baratsin hans. Þetta er risastórt. Ottes nær Lilju Þór og Engo og Gellu. Ottes er bara popping off. Við trúum þess ekki. 3 risastór picks í gegnum window þetta hjá Ottes. Þetta er það sem við viljum sjá frá support players. Er það ekki? Þú veist, að sjá Bapp fá þeirri á með einu window. Þú veist. Það er bara, þú veist, það er svo góð í feelingu. Nei, ég meina við komum inn á þetta í fyrirleik. Ottes, framfarta sem maðurinn er búinn að taka. Þú veist, þetta bara sýnir hvert hann er kominn. Þú veist, allir var bara, þú veist, allir vissi ekki hvað maður var að spila í Rush fyrir 6 mánuði. Nei, sko, þetta er svona augnablik þar sem að support player fær að komast inn í montage. Svona eitt að fái. Það er akkurat svona. Setur fram window nær 3 pickum. Silfur kontestaði þetta punktinn. Exi er með yfir þetta. Hér kemur shatter frá Daniel. Þeir ná Strandaklópa. Þetta er leiðilegt fyrir Exi. Hrútspungur nær Finnsa hins vegar. Risastórt pick á föruna hjá Exi. Exi er að bakka út. Mér sýnist Silfur vera hann á punktinum. Þetta er bara alvöru leikur. Þetta var bara stórkvöldlegt spila, bara sérstaklega þessi TP. Já, mér varst frábærlega gert hjá Lilju með þennan TP og hún er náttúrulega á 1000 charge allan tíman. Shreddar gjörsamlega lífið hjá öllum í óræðanleginu. Þeir TP-u akkurat á staðinn sem Sen var á. Þannig að Sen var bara brendinn leið og ég komu. Ég meina, mér finnst þetta svolítið lítið út eins og Lilja hafi bara tekið svolítið lít þarna í þessu engagei, sagt bara þið eltið mig og farið í gegnum minn TP og þau unnútaði. Hér kemur Væsar frá Hrútspungi. Mér sýnist það nákvæmlega. Hospes nær frábæru pikki á Lilju og Finnsi með Engo. Hrútspungur nær engum en dettur fyrir Hospes. Hospes eiga risa framistöðu þetta í fyrsta leik. Strandaklópi nær að resa Ottes og Hospes með enn annað pikk á Gellu. Strandaklópi hendir í pistolinn og nær sig Fusion á Baby Diva. Er þetta að fara að klárast hérna?
Ég held að Hospes sé bara að eiga risa framistuðu. Daniel nær hann að stella punkt. Já, þeir ná að snerta. Þeir eru á punktinum og hann nær að drepa hann í shatterinu. Hér kemur bara, ég veit ekki alveg hvað plani á Finns að var þetta. Engo nær hann Elo nær samt Engo. Sigfusion með Ottes. Elo heldur bara áfram. Mér sýnist þetta bara að vera Elo og Hospes. Lilja nær strandaglópa, Kaldi nær Lilju. Þetta ekki farið að líta vel út fyrir Silfur. Exi eru svona með yfirhöndina. Hvað ætla þeir að gera hérna? Monkey er orðinn frekar low. Kaldi þarf að fá smá heals. Elo nær hrútspungi. Kaldi er 1 HP. Hann er 1 HP. Gjörsamlega. Hann þarf heals. Hann fær það hérna frá Luciónu sínum. Nú er kominn window út frá Silfur. Ottes nær eins vegar Engo. Þetta er leiðilegt fyrir Silfur að missa hann þarna. Hér kemur út Primal líklegast frá Monkey. Er það ekki? Ottes nær þetta. Frábærum pikkum á Lucio. Finnsi með pikki á Lilju Þór. Er þetta ekki að fara að klárast hérna? Mér sýnist þetta að vera búið nánast Sigfusion á boltanum ennþá að reyna að testa. Hann er að nálgast Mines. Gæti hann gert eitthvað með þetta? Það er stóra spurningar. Hann er orðinn svolítið low. Kaldi eins og að með 2 lokapikkin og Exi vinnur fyrsta mapp. Spennandi fyrsta mapp. Litla fyrsta mappið. Þetta var stórkvæmst spilað bara frá báðum liðum. 1-1 og 99-99 sannasta mappi. Já, þú veist, ég held að Sim hafi virkað smá hjá Silfur. Já, sérstaklega undir lokin. Já, ég held að það hefur bara ekki gett, þú veist, þetta típið. Nei, þú veist, þetta shatter frá Kalda er náttúrulega bara eitthvað next level gameplay. Við elskum að sjá þetta. Það voru frábær plays í þessum leik. 1-0 fyrir Exi. Þetta var bara stórkvæmslegt. Sko, við finnst rosalega áhugavert að sjá hvernig Silfur voru að stilla upp liðinu sínu og miðað við hvernig þeir stiltu því upp að þá hentaði það vel. Já. Þeir létu þetta virka rosalega vel meiri hluta leiks. Það var ekki fyrir en að Exi einhvern veginn svona náðu tökum á því hvað þeir ætluðu að gera. Þá eiginlega svona voru þeir smá yfir. Ég held að Exi svona er gæjar sem, þú veist, þeir svona sjá hvað hitliði spila Nákvæmlega. og svona counter það. Vita hvernig þeir eru að bregðast við bara. Þú veist, bara, þú veist, kannski tapaði fyrsta landi því að þú veist, þeir eru ekki alveg komin á, þú veist, þrengt hvað hitliði spila. Nákvæmlega. En síðan, þú veist, í öðrum landi þá, þú veist, þá vita hvað þeir gera, þú veist, þeir vita hvað, þú veist, þeir eru að halda, þú veist, og síðan bara góa þeir. Já, samanlega. Það er líka bara, þú veist, þegar þú sér svona lið eins og Exi og Silfur, þetta eru 2 frábæri lið, þetta er náttúrulega lið í úrvalsdeildinni, þetta er náttúrulega efsta stiga af úrvalds á Íslandi og svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er allt frábæri leikmenn, en að sjá svona lið henda í kannski eitthvað svona tímkám sem þú sérði ekki oft áður, en það virkar rosalega vel fyrir þau að þetta er svona þeirra útgáfa af þessu tímkámpi. Það er bara óslega gaman að þið. Já. Ég fíla það þegar lið taka svona áhættu með ákveðin picks eins og þú veist, Lucio og Rissa er kannski ekki go-toið hjá flestum, en ég fíla það þegar þeir gerðu það. Það virkaði fyrir það þarna á tímapunkti, þeir voru alveg að renna yfir þá alveg vel lengi. En við fengum þau skilaboð hins vegar að Silfur er búið að velja Hanamura. Það er svona, ég býst við að gera aftur svona TP staðat. Ég vil sjá það líka. Það, þú veist, ég persónulega er ekki aðdáandi að þessu staðhætti og ekki liðið mitt heldur líka. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, TP point, þú veist, bara setja upp kringu point og kappa. Nákvæmlega. Það er samt líka, sko, þú verður að hugsa þetta svolítið þannig líka, ef þú horfir á Silfur bara, þú veist, Lilja er náttúrulega frábær á sig, spilar þessa hetju rosalega vel og eins og þú sagðir á hann með TP-in hann á seinasta mappinu, þú veist, þetta er svo pinpoint precision að fara á sennin hana og ég er eiginlega alveg 90% viss það og hún hafi öskrað þetta í voice chat þegar þetta var að gerast og allir hafi hlýtt henni eins mikið og þeir gátu. Það er akkurat svona, þeir eru út með einhvern svona simleikmann sem að ákveður einhvern svona strött, einhvern svona rotations og engagements, bara hvernig þið ætla að gera þetta, þá er svo ótrúlega mikilvægt að hlusta allir og fylgi því. Ég fíla að sjá það hjá Silfur að þau eru að spila sem lið, sama hvað. Þú veist, leið og getur vitlaust svona TP, þú veist, þá þetta er tricky, sko. Þá verður, þú veist. Hanamura er líka svolítið erfitt mappa því að sko, þú getur TP-að náttúrulega top left. Þú getur TP-að ofan á þakið. Ofan á þakið, þú getur farið fyrir ofan pointi líka, upp á svalirnar þarna og síðan getur í raun og veru bara TP-að á punktin. Já, þú getur gert það, sko. Það er svona spurning hvaða approach Silfur gæti tekið af því að við erum væntanlega á því báðir að það er líklegt að þeir halda fram á sim. Já, ég held að munu fyrst reyna TP-að point. Og ef það virkar ekki, þú veist, þá ættu þið að reyna að velja annað TP. Nákvæmlega. En, þú veist, leið og, þú veist, tvisvar þegar þess að virkar ekki, þá, þú veist, svissið á annað point. Þú veist, annað
þú veist, meta. Já, nákvæmlega. Við vitum líka náttúrulega báðir að sem sagt Silfur eru rosalega góðir á meir en bara röst til dæmis. Já, Og þeir eru frábærar á double bubble til Já, dæmis. double bubble hjá Silfur þeim búin að vera solid. Nákvæmlega. Þeim, Einmitt. þú veist, þegar ég var í Silfur þá spilum við það mjög mikið. Þú veist, ég held að þeir ætti að reyna að, þú veist, velja möpp í kringum það. Þú veist, Nákvæmlega. Havana, þú veist, mjög solid, Rialto, þú veist, það mjög solid double. Double bubble. Já, takk. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, það Havana væri fínt. Já, það líka bara, þú veist, þeir eru náttúrulega með leikmenn eins og Daniel, sem náttúrulega bara, þú veist, á Monkey svakalegt, sko, hann getur verið rosalegur. Og síðan ertu með, þú veist, nú ertu með Sigfusion á tank með honum, sem að spila frábærlega samt þess að sérstaklega í þessum fyrsta leik. Já. En, þú veist, ef þú ert með einhver svona leikmenn eins og Lilju sem að geta tekið svona initiative og verið fyrst af stað og svolítið ráðið förinni með liðinu sínu, verið svolítið svona leiðtogi í þessum teamfights, það er svo rosalega mikilvægt fyrir hina í liðinu. Sem fellow support player get ég sagt það fyrir Gellu og Engo að hafa einhvern sem að svona nánar stýrir þeim, það gerir rosalega mikið fyrir að þú ert að spila svona teamcoms. Já. Þannig að ég held að ef að Silfur nær að halda sér sem góða liðsheild og halda móralnum, þá eiga þær bara góðan sens í þetta. Og eins og við sögum, þá höfum við séð þetta á þegar að Silfur var svipað á seinast. Já. Ekkert gefins í þessu. En við getum farið að dempa okkur bara beint í Hanamura eða ekki. Jú. Sjá bara hvernig þetta fer. Við sjáum að Exi ætlar að byrja að attacka, þannig að Silfur byrja on defense. Spurði hvort þú viljir ekki fara yfir aðeins Silfurliðið? Já, það er Daniel á Line, Sigfusion á Divu, Fruitspunkið á Junk, Lilja á Föði, Gella á Möðsi og Engo á Bab. Einmitt. Við sjáum að í liði Exi er síðan Elo á Ball, Kaldi fer á Reinhardt. Spurning hvort að þeir fara Diva Reinhardt sýnist mér. Finsifi er á Mei, Orion á Cassidy, Strandaklópi fer þá líklegast á Lucio og ég býst þá við því að Ottes fari á Baptiste. Já. Væntanlega, já. Áhugavert að sjá það að Hrútspungur eru á Junkrat. Já, þeir eru að spila svona mjög spammy komp. Já, þeir eru væntanlega að reyna að drepa niður TP frá Exi og svoleiðis. Þeir hugsa það væntanlega að þeir gera það þannig. Þeir TP-a bara beint á punktinn. Nákvæmlega það sem ég er að tala um. Hrútspungur nær þarna risastóru piki á Strandaglópa. Þetta er nákvæmlega það sem við komum inn á, að vera á Junkrat. Þarna getur að reynda að stoppa TP-in hjá Exi. Orion hins vegar nær Lilju. Þetta var leiðilegt pikk hjá Silfur. Sjáum að Gella nær hins vegar ressinu, það er stórt. Nær Hrútspungur að gera eitthvað hérna. Hann nær einhverjum nokkrum sprengið þarna inn. Ottes hins vegar nær Lilju aftur og Elo tekur niður Hrútspung. Þeir eru ekkert damage nánast út frá Silfur núna nema bara frá Divu og Rein. Það er spurning hvernig Exi gera það. Þeir eru næstu búin að ná punktinum. Orion nær niður Daniel. Það er spurning hvað þeir gera nú. Þetta er bara spurning Engo fellur, Gella fellur. Exi búin að ná fyrsta punkti. Mér fannst þetta að vera mjög iffy fight. Já, þetta var rosalega svona confusing og maður var ekki alveg viss hvert þetta væri að fara. Já, þetta er svona það sem við tölum aðan. Sjáum líka að Orion er kominn inn fyrir Hospice. Já, og hann var ekki að fókusa á pöðin. Nei, það er rétt. Sjáum hérna að Lampi kemur út frá Engo sem fellur strax. Orion alltaf bara á million charge hérna. Kemur út window, nær engum, Finsi, Orion, Kaldi. Þeir eru bara að plakka þeim þetta saman. Er þetta að fara að klárast bara núna? Lilja nær hins vegar Ottes. Þetta er risastórt frá Lilju. Nær hún að gera eitthvað meira? Nei, hún fellur líka. Náðir punktinum bara. Nú eru Silfur bara í að stóla. Sigfusion, hann fellur líka. Þetta var leiðilegt og dag. Þeir náðu sér strax. Þetta var slægt. Þetta var ekki alveg nógu gott. Þú veist, núna er Exi með 5 mínútin, þú veist. Þetta var leiðilegt og á 2CP möppum, ég held að við vitum það alveg jafnvel og margir aðrir, það er ekki gott að lenda svona mörgum mínútum undir. Nei, það er vont, sko. Ég held að, ég veit ekki hvað var í gangi, þú veist, það var eitthvað sem var ekki að virka einhvern veginn. Mér fannst svolítið eins og sko, ef þú tekur bara Lilju og Hrútspung sem dæmi, þú veist, við vorum þarna á fara Junkrat. Þetta er rosalega sniðugt með TP, sást bara eins og með piki sem Hrútspungur nær þarna. Þetta er rosalega gott fyrir þau, að þau ná snemma piki. En þegar þú ert að spila svona teamcomp, að ef að þeir halda samt áfram í engageinu eftir að hafa mist einn, eins og Hrútspungur nær þarna risastóru piki, en Exi halda bara áfram, þá þurfið þau að recovera og reyna að halda áfram eitthvað plani, ekki bara splundrast í sundur í nokkar stöðu og gera bara eitthvað. Já, ég held líka bara að Silfur var ekki að fókusa nógu mikið á Orion. Nei. Þú veist, gæinn var full charge bara eftir bara nokkar sekúndir og bara... Fekk svolítið svona væp frá Lilju einmitt á Nepal. Já. Þeir voru ekkert að pæla í henni, hún á million charge allan tíman. Þetta er vandamálið með Sim.
þarft að passa upp á charge sem hún komin á því að hún getur chargeað upp í gegnum skildi. Já. Það svo rosalega overpowered fyrir flest lið að gera það og eins og þú segir, þau þurfa að fylgjast betur með Orion. Já, Orion spilaði þetta líka bara mjög vel. Já. Þú veist, shieldin var perfect. Þú veist, það Nákvæmlega. var bara, þeir voru bara hæða megin og þú veist, við shieldin og bara gátu eiginlega ekki gert neitt. Nei, einmitt. En af því sögðu, ég meina nú koma Silfur hérna á attacki, ná þeir að TP á punktinn, mér sýnist það já. Frábær TP hérna hjá Silfur. Daniel að halda búttina, hann með lágan skjöld hins vegar. Sigfusion tekur búbluna þarna fyrir hann, þetta frábærlega spilað á tönkunum. Silfur bara að koma í 2 teki hérna. Orion fellur, þetta risastórt frá Sigfusion. Finns hins vegar nær engo, en Daniel og Liljaþór með frábær picks á strandakloppa, Íló og Finsa. Þetta búið. Þú veist, Þetta nákvæmlega sama. Þetta nákvæmlega sama. Þetta nákvæmlega sama. Það enginn í bánliðunum sem að fókusa sim. Bendi fólki á það að Silfur eru með yfir 6 mínútur á klukkunni. Það hefur aðeins einu sinni í sögu Almennabikarsins þar sem að lið hafa ekki náð að kappa 2CP eftir svona. Og það var akkurat í leik, Bölvin og Tröll sem Yours Truly náði að halda í 6 mínútur á móti Tröllum, vil minna fólk á það. En að því sögðu, það eru 6 mínútur á klukkunni. Ætli Silfur náðu þess ekki? Þú ættir að geta það. Þú ættir að bara, að komast inn á þessum 6 mínútum bara inn á punktun og inn að kappa. Einmitt, heyrðu, við sjáum hérna að Orion og Finsi eru bara að byrja þetta. Daniel reyndar nær Íló. Ég að reyna að átta mig á því hvað Silfur ætlaði að gera þetta. Þeir voru bara splittið. Ég meina nú sjáum við bara hver Finsi Já, ég sá að þeir 3 sem fóðu hana fyrst fóðu frá og Daniel fóðu í hináttina, vinstra megin. Daniel hins vegar nær Íló þarna niður, spurning hvort að liðið mögulegt að elta hann meira, hann náttúrulega meintanginn í þessu liði. Að því sögðu, hvað var hann að gera þetta fyrir ofan punktinn? Já. Það svona sem ég reyna aftur maður. Ég veit að það var TP og svona en að því sögðu, þeir reyna að fara top right núna, það spurning hvernig þeir ætla að vinna sig út úr þessu. Þeir TP-a sem top left, þetta alveg skemmtilegur TP hérna hjá þeim. Þeir eru væntanlega að fara að rusha yfir á Orion sem að reyndar kemst út. Það sant? Hann að fara að falla? Nei, hann kemst út, strandaklopin nær að halda honum á lífi. Nú eru Silfur í erfiðari stöðu, hvert ætla þeir að pusha. Mér sýnist Exi vera bara út allt, tilbúinu fyrir allt. Hér kemur Wall út frá Lilju og hérna kemur Torvald frá Hrútspungi líka. Við sjáum að Exi sattan á þessu. Hrútspungi með risastórt pick á Orion. Daniel nær niður kalda. Þetta risastórt af Daniel. Þetta bara rændif í gangi hérna. Daniel bara swinging on the point. Liljaþór doing her thing á million charge. Þetta bara frábært að spila af Silfur. Eru þeir að fara að ná sig hérna og halda í við leikinn. Hér kemur Orion að snerta. Hann nær ekki lengi. Eru Silfur að fara að klára þetta núna? Eitt annað touch frá honum. Og það leikur. Þetta það sem, þetta það sem svona 2CP moment. Þetta bara, já, þetta 2CP í öllu sínu veldi. Það bara eitt lið fær 5 mínútur, næsta lið fær 4 mínútur og síðan bara hver gengur bara betur í næsta raundi. Sjáum líka bara, hvað Daniel gerir mikið fyrir þetta lið. Kemst þarna inn, hann óstöðandi þegar hann að swinga hamrinum á punktinu. Já, Charger, Nanoline, Drop, Finsa, Hann shatteraði Nanoline og Charger. Þetta risa play, sko. Og síðan bara ef að Lilja kemst á million charge á sim, það ekki mikið sem þú getur gert. Hún eiginlega að fara að melta þig 9 times out of 10, skilur. Og það svo rosalega erfitt að díla við sem hana, af því að yfirleitt hún bara bak við rænskjöld eða eins og þarna Simwall eða eitthvað svoleiðis Defense Matrix. Í akkurat kompinu sem að Silfur að vinna með, það voru 10 hluti sem þeir geta bjargað Lilju, en hún gæti gert million hluti sjálf. Þetta erfitt fyrir Exi að halda í við. Sjáum hérna, Exi einmitt að fara á svona aðeins öðruvísi komp núna. Þeir ætla að fara á hérna, svolítið öðruvísi en þeir voru á seinast. Á meðan að Silfur ætla að halda sig við svona rosalega svipað. Bara Krísim, Rainsarja, Lucio Bapp. Já, bara, mér finnst þess að Exi sé að lenda bara í spennandi leik eftir spennandi leik. Já, nefnilega, sko. Það eins og lið vilji vinna þá meira en marga aðra. Já, það finnst séðan allt í þessu liði, það alltaf gaman að vinna svoleiðis lið. En að því sögðu, það eitthvað við þá á þessu tímabili. Þeir eiga góða leiki, sko. Hér sjáum við að Exi að vinna með hérna og Rissa Diva og þeir spila þetta bara frábærlega. Finsi með Mercy Pocketið eiginlega bara óstöðvandi hérna, hægra megin á búttinum. Þetta bara fórking. Finsi fókusaði bara akkurat það sem ég vildi að hann fókusaði. Þetta var bara fullkomlega. Hann bara fókusaði TP-in, þau TP-a inn, Finsi gerði massíft damage. Notaði stikkis þarna inn í engage hjá þeim og basically tók all líf af öllum bara á 5 sekúndum. Og followði upp með sem, brennir bara niður ef þú ert low. Já, það hvernig bara, það bara
finnst þér gerði bara eiginlega allt í þessu fight. Svona spilar eru Ekko, Já, þetta er raunverulega sagt. Og ég meina við þurfum nú ekki að minna fólk á það að Finnsi er náttúrulega fyrirverandi Overwatch League spilari, þekkir þessa senu vel og er að mörgum tölum besti Overwatch spilari í sögu Íslands. Hér sjáum við risastórt nade frá Ottes. Þeir eru bara að fara að falla hérna. Ég held að þetta sé besta nade sem ég hef séð í keppninni. Lilja eins og að nær Ottes niður sem er svolítið leiðilegt á miðað við þetta play. En þeir ná að ressa hann og Exi vinnur hennar fight. Sástu þetta nade? Þetta var bara stórglæsilegt play frá Ottes. Já sko, ég er í smá sjokki. Þetta er örugglega stærsta nade sem ég hef séð í keppninni hingað til. Hann hafði öllum í þessu perfectly á réttu tímasetningu. Ég held að ég sé eiginlega bara mjög sammálaðið. Og þú veist, núna er Atli komið með Nanoið. Já, Ottes er náttúrulega með Nano núna og það getur orðið svo stórt fyrir hann. Það er spurning hvort þeir ætla að nota copy á Rein. Ég held að ég myndi copy á Rein og Nano. Mér finnst það líklegt sko og Nano, en það er alveg stórt play hjá þeim. Hér sjáum við að Silver er að pusha upp top right. Þeir ætla að reyna að fara aðra leið en þeir hafa gert núna. Þeir eru svona svolítið að prófa að segja fram. Exi færa sig aðeins lengra inn á punkt. Nú típja þeir beint á punktinn. Kemur annað stórt nade. Hvað veit maður? Nei, hann nær engum. En hér eru Silver komnir inn. Og hann Nano að Ræninn. Það er Ræn copy sem fær Nanoið. Nær Finnsi að gera eitthvað. Hér kemur Divap á mút. Finnsi með pick. Það eru picks báðum megin. Nær Finnsi öðru. Gella er þarna inn á pointinu á Lucio. Ná þeir að halda þessu. Nei, þetta er ekki. Og Hrútspungur með risastórt hænún. Þetta er risa hænún. Nær Orion og Elo. Þetta er ennþá lífi þetta fyrir Silfur. Lilja er á risa charge þetta. Hún er alltaf Finnsa uppi. Mér sýnist þeir vera að ná punktinum. Þeir eru 3 á punktinum að contesta hann. Er þetta bara að halda áfram í overtime hérna? Exi er ennþá með leikminn á lífi. Strandakloppi er að halda Finnsa inn í þessu. Hann er að næra að contesta þetta eitthvað. Þeir halda áfram. Mér sýnist þeir ná þessu. Og þeir ná þessu. Vá, þetta var bara... Risa hænún frá sig Fusion. Já, frá Hrútspungur segi ég. Þetta var svakalegt. Þetta var bara, þú veist, Hrútspungur er bara búinn að standa sig mjög vel á því, bara þessum báðum leikjum. Þetta var bara svakalegt, það er nú, hann bjargaði þessu fyrir. Og líka bara Lilja er búinn að vera að standa sig mjög vel með þessi TPs. Nú er sig Fusion með Divapam, komandi inn á punktur, nær hann einhverjum. Hann nær engum því miður, þeir eru nú samt að contesta punktinn. Lilja með pick á Ottes. Þetta er risastórt pick fyrir Silfur. Mér sýnist Daniel ná strandakloppa, hins vegar dettur sig Fusion úr þessu. Orion er bara að rífa þessi í gegn þetta. Þetta er bara Orion, þetta er risastórt pop og hann er að klára þetta fyrir Exi. Nær að fullholta þetta, þetta er Orion. Glænýjasti leikmaður, Exi, nær að bjarga þeim hérna á second point. Þeir ná bara fyrsta. Ég bara trúi ekki að þessi playið hafi verið í neðrildinni. Ég er að segja þér það og ég held mig ennþá við það. Ég var fyrstur til að spotta þennan leikmann. Ég var fyrstur til að segja hversu góður hann yrði. Það að maðurinn hafi farið úr Diamond upp í GM á einhverjum 3 seasons og spilað með böðlum í helgamótinu. Það segir allt að segja þar. Ég meina, það er mjög fáið sem hafa spilað með böðla. Þú veist, það er bara, eiginlega bara flex. Ég meina það er talað náttúrulega oft að böðlar séu besta íslenska liðið. Þannig að það er ekkert djók að komast inn í liðið sem DPS-spilari þar. Já, en þeir töpuðu samt á móti Atgerðum í helgamótinu. Atgerðir eru contesting the top, það er alveg á hreinu og maður er spenntur að sjá hvernig sá leikur verður á milli þessara tveggja liða allavega. En að því sögðu þá sjáum við hérna leikmannið mitt, fyrrverandi leikmann Atgerða og fyrrverandi leikmann Böðla í liði Exi, Ottes og Orion. Báðir að eiga risa leik og koma með frábæra hluti fyrir Exi. Ottes þarna með risa nade í fætinum inn á first point og Orion þarna undir lokin. Þú veist það þarf í raun og veru ekki að segja meira þessa leikmenn hversu góðir þeir eru. Já, en minnst Exi verður komið með áhugavert teamcomp. Já, það er eins og þeir séu að fara að gera mjög mikið passive healing. Já, sko það er spurning hvort að Ottes haldi sér á prigg. Nei, hann fer á Baptiste, hann er eitthvað að tróla okkur. Ég hugsaði samt að sama þú, þetta hefði alveg verið típist Exi. Ég gæti alveg trúið þess á. Já, ég held að Exi séu svona góð í kompum sem er svona nota passive healingi meira heldur en... Að því sögðu þá er Hrútspungur kominn á Torbjörnina, Finnsi er á Sim núna og Orion á Kree. Hrútspungur nær kalda, þetta er risa pick. Lamparnir báðir komnir út, báðum megin. Þeir eins og nota ekki típi, er alltaf væntanlega að bíða eins eftir kalda eftir þetta pick frá Hrútspungi. Þetta var náttúrulega stórt og þetta frestar þá alveg nokkra sekundur. En það er spurning, ætla þeir að gera það sama og Silver ætla þeir að típja beint á punktinn, ætla þeir top left, ætla þeir top right, hvað heldur þeir ætla að gera? Ég held að bara, þú veist... Risa pick frá C-Fusion, þetta tefur það ennþá meira. Þeir hins vegar típja inn og fara right side, þeir ætla að ná torpinum sem þeir gera. Þetta var sniðugt hjá þeim.
Nú fara Silverisar að mæta þeim, kemur út lampi frá Ingo. Silver er orðinn svolítið lóðarninni, en þeir þurfa að draga sig svolítið í hlé. Exi eru í yfirtölu núna því að þeir eru ekki með Torbjörn Silver sem sagt. Þannig að það er spurning hvað þeir gera, þeir eru með TP þarna vinstra megin. Það er spurning hvort að hann komist inn. Daniel nota Shatter nær Ingum, Finnsi nær niður Ingo. Það er spurning hvað alltaf að gera hérna Exi. Finnsi með enn annað piki hérna og Daniel sýnist með vera að fara að falla hérna. Hann er komið með annað Shatter hérna og kaldi fellur eins vegar. En Orion, Cleaning House, enn og aftur á hitscan. Hann er nánast óstöðandi. Fyrsta punkt nær Exi. Hann er búinn að standa sig mjög vel bara á Kný og Ash. Þú veist, það er enginn sem að taka það frá honum. Ég held að Orion sé mögulega eitt svona mechanically gifted leikmaður í almennabikarnum. Myndi ég að segja. Þú veist, upp á bara aim og svona. Það er eins og maðurinn bara klúður ekki skoti oft í röð. Það er fáránlegt. Já, það er bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, bara Exi, þú veist, þeir eru núna með 4 ult í þessu fæti. Einmitt. Þú veist, á meðan Silvi er bara með bara með Torbjörn og er að fá graf líka með þessu. Já, þú veist, þannig að hér kemur Simmol út frá Exi, það kemur út Hænún frá Orion, hann nær hins vegar Ingum. Hér kemur Elon, nær góðu pikki á Liljuþór, hér kemur Diopami. Þeir eru ekki með lampa Silfur. Nærið einhverjum, þetta nær Daniel. Mér sýnist Exi vera að taka þetta og þeir klára mappið. Þetta er bara 2-0. 2-0. Þetta er bara Mér finnst þessi úrslit ekki endurspegla endilega frammistöðu beggja liða. Silfur voru alveg jafn mikið inn í þessu leik. Já. Þetta var bara þetta Orion, veist, hann er svakalegur. Nú fáum við að sjá þetta hérna, hvernig þetta var á seinni punkt, sem sagt, í þetta overtime. Þú veist, sjá mannin, hann er bara eitt þarna upp á hæggrátinu. Eru það að sjá þetta gott fólk? Þetta er ekkert annað en Orion bara að leika sér að þeim. Þetta er það sem hann færir Exi. Bara, þú veist, þetta er bara geggjað. Já, þetta var nú eitthvað. Við sjáum alveg að Exi eru góðir, sko. Já, þetta er sterkt lið. Þetta er sterkt, sko. Þú veist, liðin er samt búin að vera eins og við sáum í Töðall Exi. Já, sem mér finnst vera bara mjög vel spilað. Þú veist, Silvið, ég myndi taka því bara sem hype up. Já, ég meina við getum alltaf minnst á það einmitt eins og þú segir með Tröll og Exi leikinn. Alveg eins og með Exi Silfur í fyrra. Þetta er aldrei búið. Þetta er aldrei búið þegar staðan er 2-0. Það er bara alveg á hreinu. En mér finnst eins og Silfur þurfi svona mögulega aðeins að ræða sín á milli. Hvað ætlum við að gera núna? Við erum 2-0 undir, höldum haus og ríðum þetta í gang. Af því að þeir hafa gert þetta áður, þeir geta gert þetta aftur. Það er bara spurning hversu mikið vilja þau það. Já, ég held að þetta góða ennþá með þetta sim pick. Já, ég samanlega. Lilja er búin að standa sig mjög vel. Einmitt. Ég held að það ætti eiginlega bara meira að fókusa á Töðvetin. Já, mér finnst þess að Töðvetin sé að gera aðeins svo mikið en þau vilja, sko. Já, það er líka bara, þú veist, ef þú tekur eftir til dæmis Lilju hvernig hún er að spila á Symmetric, hún er alltaf á rosalegu charge, gerir sjúklega mikið damage. Þú veist, af hverju er hún samt svona oft rosalega ein? Já. Þú veist, það er svo liðið hennar splitti frá henni í staðinn fyrir að vernda hana af öllu afli, að það sem hún bara gjörsamlega valtar yfir restina af liðinu. Við sáum það til dæmis bara á þessum punkti, þú veist, þá var Ingo á hæggrandunum með Lilju. Nákvæmlega. Og Ingo bara góða. Basically. Það er það sem við erum að tala um, þú veist, þegar Lilja kemst á svona mikið charge, því Lilja er nú alveg svakalegur leikmaður og hefur náttúrulega verið GM áður og er bara eitt sterkasti leikmaður deildarinnar. Og hún er frábær á sim. Já, hún er mjög góð, sko. Og það þarf líka þú veist, það þarf að stuðla eins og ég sagði áðan með í leik Kartöflur og hrútar, stuðla á styrkleikunum í liðinu. Já. Þetta er sem er sjokkt óví, þú veist, Lilja er að spila frábærlega á sim, þó að staðan sé bara 2-0 fyrir Exi. Stuðliði meira að því að fylgja henni. Já. Hennar fordæmi. Ég held líka að Lilja sé fyrst eða annað playin í deildinni sem er búinn að spila tank, DPS og healen. Þú veist, fyrir utan Avi. Sýnir bara hversu fjölhæf hún er að geta spilað öll þessi ról. Sama með náttúrulega Avi í öllum, skilurðu. En þetta er ekkert þessi talið, þú veist, og á móti eins og með Exi, þú veist, að horfa á menn eins og Kalda, Orion og Ottes, svona í raun og veru nýjir leikmenn og eins og með Kaldi, svona leikmenn sem fyrir oft undir radarna því á öðru róli, að sjá þá performa svona vel, manni líður bara vel að horfa á þetta. Þeir eru búin að vera frábærir í þessu leik. Þeir eru bara, bæði liðin, allir playerarnir búin að standa sig mjög vel. Þú veist, ég held að Silvi það bara fín pussa aðeins hvað þetta gera. Einmitt. En þá ætti að vera döðlu solid. Þetta er líka, sko, við töluðum um það áðan eins og með þessi bæði lið.
nú þetta bæði lið í úrvalsdeildinni, bæði rosalega sterk lið. Já. Það sem að ég held til dæmis að Exi hefur fram yfir Silfur bara synergy á milli liðsins. Já. Töluðum þetta áðan að Silfur með þessa 3 nýju leikmenn í liðinu sínu. Það oft erfitt eins og við sáum fyrir í dag með Hrútar Academy að byrja sem nýtt lið eða vera með nýja leikmenn á meðan að Exi þrátt fyrir að þessu orðin séu nýjir að eins og bara á fyrsta mappa Nepal þetta allt gaurar sem ólust upp saman. Já. Þetta allt menn sem þekkja hvern annan í persónu hittast daglega, talast daglega, bara þekkja einhvern annan út og inn, ekki talað persónulega reynslu það og ég held að það stuðli svolítið inn á leikinn þeirra. Þeir vita nánast hvað hvor annar ætlar að gera áður en hann gerir það. Já. Það svolítið yfirhönd sem ég held að Exi sé með, en að því sögðu staðan nú bara 2-0. Þetta ekki búið. Silfur hefur reverse sweepað Exi áður og maður veit aldrei hvað gerist þegar Daniel kveikir á sér með Lilju fyrir aftan sig á sim. Að því sögðu þá spurði hvort viljum við skella okkur í næsta highlight og sýna þess úr því og síðan komum við bara eftir öskamast upp með þriðja mappið. Ég til, já. Yes, sir. Verið velkomin aftur gott fólk í Almennabikarinn season 3 hér í Arena heimavöllur rafíþrótta á Íslandi. Markus heiti ég, með mér Þráinn, a.k.a. Rottweiler. En það sáum við klippur úr leikum ykkar í fyrstu umferð. Já, það passað. Þetta var alvöru viðureign. Já, þetta var sárt að tapa þessum leik. Já, þetta alltaf bömmir að tapa svona close leikjum. Já, ég vildi, það væri svo fyndið að ég veði svípa Exi til sem ég veið. Það væri eitthvað, sko. Þú veist, það væri gaman. Ég bind vonið við Silfur endilega líka, sko, já, núna. Maður veit alltaf hvernig dundar. Það alltaf gaman að sjá því veið svíp, sko. Nákvæmlega. Ég með þess að tala við Íló eftir leikinn. Já. Ég veit ekki hvað þú varst búinn að heyra. Nei, og hérna, geð mér. Bara indíslegu gæi. Einmitt. Hann er hype-up man, þú veist, þetta bara, þessi maður bara toppnáðungi og hann með allt í sér. Já, ég 100% sammála þar. Það alveg þér. En sko, þú veist, ef þú tekur bara sem dæmi líka, þú veist, hvernig þetta var í leikum ykkar. Þegar að þeir komast 2-0 yfir, þar byrjar þetta að vera svolítið drungið og andrúmsloftið svolítið þungt og menn svolítið svona, hvað að gerast hérna? Já, metnaðin svolítið niður því og síðan komast þið tilbaka. Já. Það 2-2. Þar svissast þetta yfir. Þá Exi, nei, býttu, hvað að gerast? Já, ég held, sko, þegar maður, þú veist, þegar við komum 2-0 undir, þá held ég hafi, sko, baðið mitt það haft að kom, þú veist, svona dent inn í það. Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, það svolítið svona setur mentalið sitt aðeins niður. Já, það líka alltaf svolítið, sko, þú veist, málið að ykkur langar alltaf bara að vinna. Já. Þú veist, þetta eru 2 sterkustu liðin í deildinni. Þau vilja bæði vinna jafn mikið. Þau eru bæði með leikmenn sem bara gætu verið í landsliðum út heiminn, skilurðu. Og þetta svona, hitinn mikill, ástríðan mikil og það mikið í húfi. Ég meina, þú veist, fyrsti leikur og allt svoleiðis. Fyrsti leikur, þú veist, þessi stig skipta máli. Nákvæmlega. En ég held að fyrstu 2 möppum voru bara svona einhvern veginn warm-up. Já, það líka, sko, þú veist, ef þú tekur bara, þú veist, Silfur sem dæmi, nú bara spurning að halda haus. Halda móralum í liðinu, þú veist, þeir eru með 3 nýja leikmenn, þeir eru að spila á móti einhverjum besta overallspilar í sögunni í Finsa. Það þýðir ekkert að missa haus núna og missa andlit, þú veist, nú bara að rífa sig í gang, hugsa með sér hvernig ætlum við að taka þetta. Við höfum gert þetta áður, við þekkjum þetta, hvernig viljum við fara að þessu? Þeir eru alveg með, þú veist, Silfur alveg með leikmenn í sínu liði sem að geta gert þetta. En að því sögðu þá eru Exi náttúrulega rosalega sterkir, sérstaklega á þessa dagana. Þeir eru á smá svona róli núna, náttúrulega tröll í fyrstu umferð, eru núna 2-0 yfir á móti Silfur. Það lítur virkilega vel út fyrir Exi svona at the moment, en að því sögðu þá, mér finnst þetta ekki gefins. Nei, þetta alls ekki gefins. Þegar Silfur búin að vinna, þú veist, eða setja vinnu inn í þennan leik. Já, og eða náttúrulega bara standa sig vel, þú veist. Frútspunkið, Lilja, Daniel, Siffusion, Engo líka, Gella. Þú veist, þeir eru búin að standa sig bara öll ógeðslega vel. Já, mér finnst líka gaman að sjá eins og supportlænið hjá Silfur, Engo og Gella. Bæði svona tækkilega þessi nýjir leikmenn þó að Engo hefur náttúrulega verið í helgamótinu og þau eru að koma inn með smá svona skell. Þau eru að koma inn af krafti í liðið og eru augljóslega að fylla svona stór skref frá fyrrum leikmennum og svoleiðis sem alltaf erfitt þegar þú kemur inn í nýtt lið. Ég meina, þú þekkir það alltaf sjálfur að koma í nýlið alltaf erfitt. Þú ert að sýna þig rosalega mikið og þannig og mér finnst þau bara að þetta gert það frábærlega. Koma inn af krafti, sýna hvað þau geta og ef þau eigi heima í þessu liði. Svo sagði mig Gellu þarna áðan, þú veist, það sem hún búin að bæta sig bara núna á stuttum tíma. Sama með Engo, nú hef ég séð Engo spila sjálfur slatta. Maðurinn svakalegur á önu, það rosalegt, sko. Þú veist, ég meina tíminn sem
þú veist, allir sem playa þarna, allir Ottes, Engo, Gella, Oðjón, þú Nákvæmlega, veist, sumir af þessum playum voru í neðrildælinni nákvæmlega. og eru búin að, þú veist, rífa sig í gang og er núna komin í efrideildina, þeir eða sína Nákvæmlega. að, þú veist, Þau eiga heima þarna. Þeir eiga heima þarna, Já, þú veist, þau- algjörlega. Bara þau eru inn í þessu alveg eins og hver annar leikmaður í þessari deild. En það er líka það sko, nú hefur þú verið í Silfur, nú ert þú ekki í Silfur. Já. Þú veist, ef þú myndir horfa á þetta lið svona frá óvinna sjónarhorni, hvernig er að mæta þessu liði? Þú veist, hvar liggur styrkleikin þeirra og þú veist, hvað er það sem þú myndir hugsa sem andstæðingur Silfur? Það er góð, bara, þetta er geggjur spurning, eiginlega. Fyrsta sem ég er dettur í hug er náttúrulega Daniel. Þú veist, hann er svo mikið allt í öllu í, þú veist, byrjuninni á teamfights og þegar þeir eru komni svona á það stig að það er einhvern veginn bara svona allt í gangi hjá öllum, þá er hann svona the deciding factor og loft. Á sama tíma fyrst með Lilja einmitt svona smá X-faktor í Silfur. Já, ég held sé svona 50-50 á milli Lilju og Danna. Já, Þú veist, einmitt. Danni er þessi, þú veist, geggjaði gæi, þú veist, Áðvæn og Lísu, Monkey, Nákvæmlega. þú veist, á meðan Lilja veit, þú veist, hún er búin að spila leik síðan, hún held ég kom út eða í beita eða eitthvað, Nákvæmlega. þannig að hún veit mikið, þannig að, þú veist, ég held að þetta sé svona annarkvæmt Danni eða Lilja, þú veist, þetta Það er náttúrulega annarkvæmt. kemur rosalega sterkt inn í þetta eins og þú segir, svona þekkingin á leiknum. Hvað, þú veist, reynslan sem þú hefur eftir að hafa spilað hann leiknum alltaf bara frá beitaskilur og þegar hann kom út. Að Lilja er náttúrulega að koma inn með svakalega reynslu. Já. Bara úr tölvuleikjum og Overwatch keppnissenunni almennt. Sama gildir sama gildir í raun og veru með Daniel. Hann er náttúrulega búinn að vera í þessu liði frá stofnun, skilur, hefur sýnt það akkurat í reverse sweepinu á móti Exi þarna í fyrra. Maðurinn er svakalegur þegar hann á sína daga. Þú veist, já, hann er bara... Í raun og veru sama mætti segja hitt liðið. Ég meina, nú er þessi nýju leikmenn, Hrútspungur, Engo og Gella, til dæmis og Sigfússon komin yfir á annar ról. Já. Ég bara er mjög hrifinn að því hvernig þau eru að spila á með við allar þessar breytingar. Þú veist, Sigfússon og Hrútspungur eru búin að skipta ról núna og Engo og Gella eru nýju leikmenn. Já. Á meðan við allar þessar breytingar, það eru bara 2 leikmenn í þessu liði sem eru í því sama þau voru í. Það var maður bara mjög hrifinn að því. Já, Ég get vel séð að þau eigi séns á andstæðingu. Ég er bara mjög sammálaði, sko. Þú veist, þetta lið er búin að fara í gegnum ótrúlega bara breytingar. Einmitt. Bara Frá season 1 í raun Bara og frá veru, sko. season 1. Og þeir eru að standa sér svona vel í þessu leik, þú veist. Sem má náttúrulega ekki gleyma síðan Exi að þú veist, þeir eru náttúrulega með Finsa, Já, sem er náttúrulega Finsi og það þarf nú ekki að útskýra það nánar fyrir ykkur heima sem eru að horfa að hann er arguably besti leikmaður í sögu Íslands. Þeir eru líka með, eins og við töluðum í dag, Elo, Já. sem er svakalegur og síðan eru það þessir svona hidden gems eins og ég elska að kalla þá. Þú veist, Ottes, Hospes, Kaldi, Orion, þetta eru svona menn sem er ekki á vörum allra alltaf, hafa svona svolítið gleymst í umræðinni, þú veist, Orion væri í neðri deildinni, Ottes var svona tindidrengurinn í atgeirum, þú veist, Hospes var að spila sinn fyrsta leik núna áðan í fyrsta mappi, Já. þú veist, Kaldi var á support áður og komið á tank núna. Frábært að sjá þess að drengi spila því að þeir eru bara að gera þetta frábærlega. Já. Þeir eru framistæðan þeirra er alveg through the roof eins og þú komst að í dag að allar þessar breytingar hjá Silfur, sama með Exi, fullt af þessum breytingum, þetta er samt einhvern veginn að virka hjá þeim. Já, þú veist, Rosalega áhugavert. þeir eru búin að spila mjög vel og þú veist, og þú veist, ef ég myndi segja hvað væri svona, sem ég væri fræktið sem óvinnu þetta lið, þú veist, þú veist, maður myndi búa til, þú veist, lista yfir bara hvernig maður myndi fókusa fyrst. Bara næstu því allir í liðinu eru ógn, það er bara hvern fer ég í fyrst og hvern næst koll að kolli. Já, þú veist, þetta er bara, þú veist, Mér finnst það eiginlega meira líka bara hvaða hetjur þeir eru að spila. Ef Elo er til dæmis á, ég veit ekki, ef Elo væri á Orissu, þá væri hann kannski ekki priority á mér, þó hann væri ógn. Já. En ef hann er á Dífu, þá er hann bara, þá þarf hann að deyja, sko. Já. Það er bara must. Ég vil samt sjá Elo pulla Sigma í einhvern veginn leik. Ég gæti vel trúið, nú eins og við komum inn á, að næsta mappi á okkur verður Rialto og leikmennir eru svona að gera sig klára núna. Mér sýnistu geta farið að fara inn í leikinn bara innan skams. Það er akkurat svona mapp, þar sem að við gætum spila á Orisa Sigma. Já. Orisa Sigma er mjög sterkt á Rialto og sérstaklega líka Ball Sigma, gæti vel virkað þarna. Ég er sammálaður, ég væri til í að sjá Elo Sigma þarna, mögulega Kalda Orisu og þá sjá mögulega Silfur Mirror það. Spila Orisa Sigma, af því að þú veist, þeir geta þetta alveg.
Já, þið geta alveg, sko. Og þú veist, og Daniel og Sigfusion eru greinilega að spila vel saman. Þeir eru rosalega coordinated svona miðað við hvernig þetta var allt liðið á heildina á tímapunktum. En ég hef trúað þetta Já. á þessu mappi. Rialto svona opið mapp og ég geta vel séð fyrir mér að geta komið vel út fyrir Silfur eða spila double shield. Þetta Elo á Sigma. Af því sögðu, já, þá sjáum við að þetta áhugavert. Já, Elo með þess að sendi á Twitter heldur daginn að hann væri besti Sigma one-trick á landinu. Það svoleiðis. Já. Þannig að ég vil eiginlega sjá Elo á sig. Já, sko, ég talaði það nú í lýsingunni fyrir leik Axi og Tröll. Elo náttúrulega, réttanafn hans Ingólfur, Laumólfur, Sullólfur eins og hann kallaður, alls konar Rólfur, þú veist, hann æðislegur eins og ég sagði í fyrra strími. Hann náttúrulega þekktur fyrir að vera frábær á Sigma. Já. En að því sögðu, það besta hetjan hans? Þó hann segi það sjálfur. Já, þú veist. Ég að hugsa það með mér. Hann svo sterkur á dífunni og ég veit ekki hversu margir á að sé Sarjan hans. Aftur, ég held að þetta sé svona 25-50. Sjáum að Silfur að forsa rush þetta með Torbjörn. Þau eru með Ash en ekki Mercy með, þau þurfa náttúrulega Lucio fyrir hennar Reinhardt. Exi eru með double shield. Já. Og Echo. Mér finnst líka slæmt að Ingo sé á bönu í Udash. Sér líka að Hospes komin inn í staðinn fyrir Orion aftur. Sjáum pick báði megin. Daniel nær Ottes. Þetta risastórt fyrir Silfur á meðan að Elo nær hins vegar húspungi. Hospes að vinna dúelið við Liljuþór. Þessi komin á það. Þessi Hospes endilega fylgist með þessum manni. Hann svakalegur á DPS. Nú sjáum við hvort hann nær þessum líka. Hann eiga stórleik. Hann hins vegar slípaður af Engo. Engo náttúrulega svakalegur á uninni en hann lifir af Hospes. Minni fólk á það að Hospes á latínu þýðir gestur sem hans raunverulega nafn. Gaman að segja frá því sturlu staðreynd dagsins. Hann frábær á hans. Hann að gera þetta mjög vel. Hann að gera vinnu, sko. Þú veist hann bara, hann búinn að bæta sig líka bara frá season 2. Litla skotið. Það kemur það. Liljaþór komin yfir og Hans og vinnur dúelið. En þetta var frábærlega vel gert. Við erum ánægð með þetta. Já, að sjá svona skot. Já, þetta alltaf gaman að sjá þetta gerast. Þetta bara, þetta stóðkvæmst. Sjáum Lilja orðin low, Silfur þarf svona aðeins að recovera. Þeir nota eins og nano á rænin. Það risastórt chatter frá Daniel. Sigfusion og Daniel koordinir saman í pulsinu sinu. Hospes nær gellu. Engo slípar Finsa. Þú sér ekki oft support að drepa einhvern með slíp en Engo náðu að gera það á besta leikmann landsins. Það nú eitthvað. Það gott flex. Nú náðu þeir að stakka Elo. Ég veit ekki hvað planið hans Elo var þarna að vera þarna inni að geima eitthvað eða passa sig eða eitthvað. Virkaði allavega ekki. En Silfur núna í mjög leikum þar sem Exi næstu að detta í 6 ult. Já, en að því sögðu þá Silfur að nálgast beat og að nálgast Torbúl. Og ef maður hefur séð Lilju rétt, þá hann að fara að fá að drega í þessu fætt líka. Já. Og með við headshotinn og skotin sem hún hitta þá ég get vel trúið. Sigfusion, þarna var þetta smá þró hjá honum. Hann veit það örugglega sjálfur. Þetta var svolítið erfitt, Finsi nær honum niður úr Mac. Nú þeir ennþá ekki með drega. Þeir eru búin að nota window líka, Ottes og Elo með second pickið. Daniel hins vegar nær Finsa á Echo. Elo samt nær Sigfusion sem ekki komið með mekkið sitt. Nú kemur út beat frá gellu og Elo orðin ógeðslega low. Það kemur út lampi hins vegar frá Ottes. Mér sýnist þeir að vinna þetta. Hospes að koma inn með 3 assist með sér á gellu. Exin á fyrsta punkt. Mér fannst þetta að vera mjög skrítið fight frá Silfur. Þetta var rosalega áhugavert hvernig þeir nálguðust hann. Sigfusion með áhugavert. Já, sem tapaði mekknum hans, þú veist. Þetta eiginlega tapaði fætinu fyrir þau. Þú verður alltaf að vera með mekkin á dífu. Já. Þú veist, annars ertu gjörsamlega useless. Já. Og líka þetta beat frá gellu, þú veist, mér fannst það vera eitthvað smá, þú veist, þeir voru búin að tapa þessu fætt. Það hefur mögulega verið bara hún og Daniel hugsa þetta með sér. Rústbúkur nær hins vegar kalda hérna, þetta stórt pick. Elo orðin low en Finsi nær að kopja dífu komin inn og hann líklegast að nálgast dífabomb. Við sjáum eins og að Gella hitt einu sinni af Hospes. Nú sjáum við Finsi að hann dífabombar inn. Þetta getur verið stórt, nei, nær engum hins vegar. Hér nær, Hospes nær hrútspungi, þetta frábært skot hjá Hospes. Hann bara að halda endalaust áfram að standa sig vel.
Nú Lilja að reyna að koma sér út, Finnsi svolítið aggressív hérna, hann þarf að passa sig, ekki með Mössi með sér. Stór stykki sanna, nú þeir ótrúlega low Silfur, en kemur út Nano á Daniel frá Engo, þetta risastórt Nano, náði einhverju þessu. Hér kemur út Shatter, Hospes nær hins vegar sig Fusion, hann heldur bara áfram að hitta þessum headshots. Hospes gjörsamlega óstöðandi á hérna hans og núna. Hér kemur út Drekinn, Reynir 1 HP, Daniel fellur, Ottes nær honum. Þetta gott pick fyrir þá, nú bara að stakka á punktinn, þeir gleyma eins og að punktinum. Exi ekki alveg vita, þeir ná honum núna, þeir svona svolítið með þetta, þeir fara að ná þessu strax, ná Silfur að kontesta þetta, mér sýnist ekki, fulltir hreinskili, já, Exi búinn að ná þessu, þetta var bara mjög vel spilað af Exi. Ílo búinn að ulta þennan leik? Hann nefnilega ekki búinn að ulta þennan leik. Jú, hann gerði það á fyrsta punkti, eða ekki? Jú, hann gerði það á fyrsta punkti, já. Hann gerði það fyrsta. En hérna, að því sögðu þess að það áhugavert að sjá... Þetta sem ég vil sjá, sko! Þetta bara Ílo. Sjá þennan mann, ekki einu sinni Flux. Maðurinn gjörsamlega óstöðandi. Við vorum eitthvað að efast hvort að Sigma væri besti hitinn hans. Ég held að sé ekki eins og spurning lengur. Já, þú veist, hann bara stendur sig bara mjög vel á off-tank. Já sko, hvað ætla Silfur að gera til þess að stoppa þennan mann? Hann eitt hérna að leika sér aðeins bara næstu í spawn. Ég held að Ílo sé bara að leika sér við matinn sinn, sko. Já, það ekkert eðlilega mikið, sko. Þessi leikmaður náttúrulega oft talaði með eitt besti leikmaður deildarinnar, þannig að þú veist, hann svakalegur á Sigma. Hér kemur út Drekinn eins og frá Lilju, þá nær engum. Daniel Pusser, hér kemur Trans út frá Strandaglópa, þetta mjög stórt. Finnsi kopjar aftur dífu, nær hann öðrum díopa með þetta sem hann getur skotið inn. Þetta getur verið stórt. Hér kemur Finnsi við díopa, mér sýnist þetta vera að fara að ná einhverjum. Þetta nær Gellu. Lilja hins vegar vinnur hans á dúelið. Þetta ennþá picks from both sides. Það einhver í baklinni en það beigir dífa. Finnsi verður að ná að drepa, hann nær sig Fusion. Finnsi hann svolítið low en þeir að vinna hennar fight. Daniel ekki með neitt skjöld. Hann verður að bakka, Lilja fellur líka. Og þetta risastórt Shatter frá Daniel. Hann nær Strandaglópa, nær hann einhverjum fleirum. Nei, hann orðinn svolítið low. Nú verða þeir að fókusa target hérna á Exi. Daniel fellur líka, Finnsi bara going ham. Hann bara einn að taka á niður hérna. Engo reynir að kontesta pointið. Þetta virkar ekkert rosalega vel, hann að nálgast window. Gella nær niður bongoinu. Gella bara að kontesta og drepa niður tíman. Nær hann að gera það mikið lengur. Mér sýnist ekki. Þeir að ná að stoppa þau þetta. Ílo og Finnsi bara að hreinsa til. Kaldi heldur áfram. Nær niður Lilju. Finnsi með hrútspunkt. Mér sýnist Exi vera að ná þessu með kannski 1:40 eftir eða þeir ná þessu rétt. Daniel kominn inn til þess að reyna að kontesta ábál. Hann nær því ekkert rosalega lengi. Nú kemur sér Fusion á dífunni. Hann að kontesta. Þetta allt sekundur sem detta niður á klukkunni. Exi bara að halda áfram að draga þá niður. Reyna að drepa þess rætt og þeir geta. En Silfur að gera frábælega að kontesta. Takk eftir því að Gella búinn að vera á lífi núna í nokkrar sekundur að kontesta og það engir að taka eftir henni. Hospes, Ílo. Þeir að halda áfram að negla þá niður. Það spurning hvort þeir ná að kontesta þetta lengur. Nú kemur Ílo út með Fluxið. Ná þeir að kontesta þetta meira. Þeir ennþá 0,01 metri. En nú klára Exi þetta. Fínt stál. Þetta var mjög fínt stál frá Silfur. En Ílo fekk Flux bara á einhverjum sekundum. Þetta Ílo líka. Þetta bara, þú veist, hann bara að fá Flux svo léttilega. Ég meina Frílo í bíló með Ílo oft sagt. Þessi maður svakalegur. Þessi gæi bara sjúkur á Sigma. Meina, hann alveg nuts. Og þú veist, þetta það sem við komum að fyrir leikinn. Þú veist, ekki bara hann. Heldur þetta líka, þú veist, Finnsi náttúrulega... Mér finnst ekki einu svona við þurfum að fara út í hversu góður hann Já, þú veist, ef einhver efast getu Finnsa þá veistu hann alltaf bara ekkert hennan leik. Það eiginlega bara óþarfi að fara í það hversu góður hann sko. Já, og síðan sérðu leikminn eins og Hospes, þú veist, hann var risastór á hansögunum, á stórum tímapunkti, en síðan strax og hann byrjaði að performa, hvað gerði Lilja? Hún mirroraði og byrjaði að vinna duelinn. Það sem skiptir máli. Þú veist, þú verður að ígóða svolítið hinn leikmannin í liðinu á DPS, sérstaklega þú ert á til og með snæpurum og svona, sína bara hey, þú veist, þú ert ekki einn hérna, ég get líka gert þetta og ég get stoppað þig bara með einu góðu headshoti sem nákvæmlega sem Lilja gerði. Að því sögðu, fín frammistaða hjá Silfur. Þeir ennþá vel góðan sens í þetta. Þetta náttúrulega bara 1 mínúta og 20 sekúndur. Maður hefur séð það mun verra en það. Áttu gott stálat undir lokin. Mér finnst bara eins og þau þurfa að einblína meira á Ílo. Hann að fá allt of mikið pláss. Og hann að fá allt of mikið assistance frá liðinu sínu sem eiginlega nánast óáreitt. Já. Silfur þurfa að finna eitthvað svona kryptonite við Ílo akkurat núna. Já, þú veist, hann eiginlega, þú veist, hann bara að gefa mikið. Ég meina hann að gera nánast allt fyrir það á engaginu sko. Og það ekki nema þessi final blows frá Finnsa og Hospe sem eru góð líka. Sjáum einmitt að Silfur eru núna komin yfir á bara svipað tímflop. Lilja einmitt, þetta sem ég að tala fer bara á hans og þess að mirrora og vinnur duelið. Þetta risastórt frá Lilju. Sjáum að Exi að halda sig við svipað komp líka. Hann þetta komin á Ashan Finnsi í staðinn fyrir Echo. Að því sögðu þá þetta náttúrulega bara mjög fín line-up hérna hjá báðum liðum. Lilja orðin svolítið low, þarf að fara að fá heals fljótlega.
Það er spurning hvort hún ná einhverju pikki þetta. Nú þurfa Exi svona svolítið að baka út. Þeir notuðu lampa svolítið snemma. Þannig að þeir þurfa að bakka aðeins út. Nú eru þeir komin samt full health og mér sýnist Hospice vera komin aftur til þeirra. Lilja er eiginlega að reyna að spawnkapa eitthvað sem er ekki þarna. Þannig að hún þarf svona að fara að færa sig tilbaka. Exi vinna hennar fætt út af því. Það er spurning hvað planið á Lilju er akkurat núna. Já, mér fannst þetta vera mjög skrítið play. Þetta er svolítið sérstakt flank. Já, þú veist, við sáum að Hospice kom. Var það ekki Hospice sem er dó? Jú, Hospice dó sko og hann var kominn aftur. Já, þú veist, Hospice var löngu kominn aftur og hún getur flengt. Þetta er reyndar, hún er í fyrri stöðun, hún er eiginlega bara að fara að falla 100%. Þetta er það sem við vorum að tala um. Já. Hún bara var í allt og erfiðari stöðu, komst ekki út. Þú veist, ef hún hafði flenkað og fengið, þú veist, pick. Ef hún hefði náttúrulega með skaldaðan, þá hefði þetta verið worth. En þú ert að treysta rosalega mikið ef þú ferð strax í tankinn sem er með mest HP ef þú ert í baklínunni, sko. Hefði mögulegt að fara að send þarna eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta var bara, þú veist, þetta var bara eiginlega eða tíma. Já, eiginlega sko. En að því sögðu, það er nú ekki eins og þeir séu á nokkrum sekúndum hérna. Þeir eru með 2,5 mínútu eftir og þeir eru búin að ná að íta þessu allavega eitthvað. Nú fara þeir flux. Hér kemur risastórt flux frá Elo. Er þetta risastórt? Þetta er bara Elo. Þessi leikmaður, ég skil þetta ekki einu sinni hvaðan þetta kemur. Nú þekki ég þennan dreng það vel persónulega að ég verð bara að útskýra það fyrir góðum áhorfendum og hlustendum og öllum sem eru að fylgjast með hérna að þetta kemur mér meira svo á óvart. Þessi maður er out from this world. Ég skil ekki hvernig hann er svona frábær á þessari hetju en hann er bara gjörsamlega að rústa Silfur nánast eitt síns liðs núna. Þetta er bara, minnst þetta geggjað. Sjáum hérna, þú veist, hann tekur helminginn af lífinu frá Daniel áður en að Strandaklúbbinn næri að hitta hann með þessum 3 skotum sem hann charger upp á right-klikkinu sínu en Elo er bara að gera of mikið. Þú veist, ég elska að spila Sigma, þú veist, hann er svo mikið carry potential. Sér líka sko, þú veist, ef þú ert að spila Sigma eins og Elo, þá eru leikmenn eins og Strandaklópi og Kaldi, þeir fá svo rosalegt value. Hins vegar fellur Ingo hérna núna, Elo er dottin út, þannig að nú fara þeir inn eins hart og þeir geta. Koma út báði megin, ég er ekki alveg vissu hvað er í gangi en Hospice með 2 picks úr þessu Dragon Strike, þetta er það sem ég er að tala um, kemur from nowhere frá þessum leikmaður sem er varamaður í liði Exi, tekur 2. Já, þú veist, þeir hafa reyndað að stakka það í mig sem það er svolítið disrespect. Þetta er svolítið disrespect, en hey, valid, maður getur ekki verið á móti, þetta er partur af leiknum. Og ef að Sigfusion hefði gert rétt, þá hefði hann náttúrulega labbað eins hratt og hann gat að environmentalinu, það sem hann gat hoppað út af. En hann stóð þarna bara og leyfði þeim að stakka sig í smá tíma. Að því sögðu, það er spurning hvernig þeir vilja gera þetta, því að nú sjáum við Strandaklúbb og Ottersur með bæði support ults, að meðan Silfur er að fá 5 ultimates. Já, þú veist, þetta er bara, þú veist, nú þurfa Exi að spila þetta fullkomlega. Þú veist, ég er með minn main-tank og uppáhalds-off-tank og ég held að Elo á alveg heima í númer 1. Já, eiginlega sko. Þú veist, þetta er bara... Þú sér líka bara ult-charge núna, komið strax í 70+%. Hann er að charge þetta hraðar upp en einhver annar. Ég vil sjá 1 flux í viðbót. Já, við fáum held ég flux hérna áður en að punkturinn er búinn sko. Það er spurning hvernig Silfur ætlar að díla við þetta. Hér kemur út gluggi frá Ottes og transetta frá Strandaklópa. Risastór sprengja frá Sigfusion, nær Hospice og Kalda. Hvernig ætlar að responda? Lilja nær niður Ottes. Nú eru Silfur með yfirhöndina. Nú er bara að anda inn og út, halda sér á tánum og fara ekki fram á sér. Akkurat eins og ég tala um, Strandaklópi, huge pick á Lilju. Þetta er það sem hann gerir þessi gæja á senn. Hann er svo insane á þessari hetju. Hrútbúkur eins og það með Visor. Nær niður Strandaklópa en Hospice nær niður Hrútbúki. Hér kemur flux frá Elo. Ná þeir einhverjum pickum hérna? Nei, þeir ná engu. Hér kemur fram Bob frá Finsa. Hann nær niður immortinu. Þetta lítur ekkert rosalega vel út fyrir Silfur. Hospice með enn annað pick. Þessi maður er svakalegur. Ég trúi þess ekki. Er hann að fara að ná fleiri pickum hérna? Sjáum að Daniel er að ná að stakka þetta. Sigfusion með huge pick á Elo. Nú vantar hann Strandaklópp með pick á Lilju Þór. Og Daniel, hann er ennþá á bútinu, notar mines. Mér sýnist þetta vera klárast. 0,08%. 0,08%. Náðu þessu. Nei. Þetta er búið. Þetta er búið. Gott fólk. Heima fyrir, góðir áhorfendur. Það er 3-0 fyrir Exi. Exi fara með sigur af hólmi í þessum bráðskemmtilega leik. Bæði lið spiluðu frábærlega að vissu marki. Já. Silfur geta verið stolt af sjálfur sér samt. Já, ég er mjög stolt af það Silfur akkurat núna. Þú veist, sem finnandi teammate, sem vinur eða, þá er ég mjög stolt af það. Þeir spiluðu þetta mjög vel og þetta er bara, þú veist, ég held að þetta bara verið mjög sátt með þennan leik. Já, ég meina þau stóðu sér frábærlega og þó að leikurinn hafi endað 3-0, það segir nú ekki allt um leikinn eins og svo ofta áður í þessari keppni. En það er bara staðan. Exi reyndist stór biti fyrir Silfur á þessu sinni og
þeir eru að koma rosalega sterkir til leiks í þessu móti. Já. Sást að þarna skipt út Orion fyrir Hospes og mér fannst það bara í framistöðu ekki breytast mikið. Þeir voru nánast bara alveg góðir báðir. Já. Þannig að þetta bara svakaleg breytt í hópnum hjá Exi. Þeir eru líka með Relm 9 á bekknum sem alveg eins geta hoppað inn, sem líka frábæra á Tracer til dæmis, sérstaklega þeirri hetju, að Exi eru með frábæra breytt í sínum hóp og eru bara með frábæra leikmenn. Þeir voru bara aðeins og stór biti í dag. Já, ég held líka að mér fannst það skrítið að þau voru að fóðsa svona fyrstu mínútuna því að þeir eru náttúrulega double shield og ef maður þekkir leikinn með rétt þá getur Nine fengið svona svo lítið value Nákvæmlega. á, sérstaklega á í alltaf til dæmis. Það getur verið svo erfitt sko, því þú ert að reyna að hlaupa í gegnum bara a brick wall nánast og það er svo rosalega erfitt þegar það er ekki allir 100% sama stað með það sem það ætlaði að gera. Já, og náttúrulega líka DPS-aninn, þeir voru með þetta DPS-an fannst mér. Nákvæmlega. Ég meina Lilja og Hrútsbúkur stóðu sig eiginlega bara frábærlega ári í allt og sérstaklega. Lilja var að vinna duelinn þarna við Hospes alveg lengi. Ég held að það hafi tapað þessum fyrsta punkt út af að það komið svona skrítin place. Ég meina við tökum bara eins og til dæmis flankið hjá Lilju, pussið hjá Sigfusion og Dífu. Það er svona hlutir. Ef að þetta hefði allt verið á hreinu, þá hefðu þau verið meira inn í þessu leik. Það voru bara svona lítil mistök sem þau gerðu yfirleitt inn á milli fæta. Já, þeir hefðu getað unnið fyrsta punktin eða hafa kannski spilað þetta aðeins betur. Ekki gett þetta pushað til meggaðinn og kannski ekki flengi líka. Þannig að Já, mér finnst oft bara eins og svona mistök getur reynst svo rosalega dýrkeypt í svona skipulögðum keppnisleikjum. Þetta er allt annað heldur en þú ert að spila bara competitive heimahöður með einhverjum félögum á föstudagskvöldi. Þetta er laugardagskvöld, það er allt annað. Þar er almenni bikarinn og þar er miklu meira í húfi, það er miklu meiri hiti í þessu. Fólk þarf að vanda sig og vera með þetta á hreinu og þeir eru sáum eins og til dæmis flankið þarna hjá Lilju og Pussy og Sigfusion. Maður vill ekki sjá þetta í úrvalsdeildinni í Overwatch. Nei, það er svolítið leiðilegt af því við vitum öll hversu mikið þessi leikmenn geta gert, við vitum hversu góðir þeir eru og það kemur bara svolítið óvart að sjá leikmenn í úrvalsdeildinni hendi í svona. Já, það er sátt að sjá þetta sko. Ég meina við höfum öll gett þetta, það lenda allir í þessu sko. Það lenda allir í þessu. Það er bara svo sátt að gera þetta. Já, ég meina, ég get alveg sagt það bara persónulega reynsli, ég held að það gerir enginn jafn mikið af einhvern svona aulamistökum og ég sjálfur sko. Ég elska að gera það sko og þannig ég get sagt frá því að það er rosalega leiðilegt eftir á. Þegar þetta er í gangi, þú getur recoverað og komist tilbaka en eftir leikinn þá hugsaðu alltaf ég hef ekki alveg átt að gera þetta. Það var svolítið vitlaust hjá mér og ég brendi mig svolítið á bara mínum eigin leikstíl í staðinn fyrir leikstíl liðsins. Já, maður læði aðeins sig bara. Einmitt. Það er eiginlega bara eina, hvernig maður kemst til að komast til að vera betri leikmaður. Það læði aðeins mistökum. Nákvæmlega. Þannig að eins og ég segi, að því sögðu, fyrir utan, sko, þessi mistök gætu að voru Silfur að falli. Fyrir utan þau, Silfur áttu sín moments í þessum leik. Spiluðu frábærlega á köflum og áttu risastór plays þarna til dæmis eins og Daniel og Lilja. Bara það var svakalegt. Gaman að sjá samt að liðið ná að halda haus og fara samt inn að fullir baráttu. Sáum það þarna á Rialto. Silfur var ennþá inn í þessu, þeim var fúlasta alvara og lögðu þessu 100% fram og það er bara svo leiðilegt þegar þú sér liðið eiginlega bara svona deyja eftir tap eða eitthvað svoleiðis. Ég held að þið voru með þetta mental. Nákvæmlega. Þið voru með góða playerna. Þeir þurftu bara, eins og ég sagði áðan, þeir þurftu bara að fínpússa aðeins. Nákvæmlega. Það er spurning núna, fyrst að leikurinn er búinn, 3-0 fyrir Exi. Eigum við að koma okkur saman MVP leiksins? Er það ekki bara Elo? Ég held að það sé bara Elo, sko. Ég get mér dettur engan annan í huga þetta var akkurat núna. Allavega hjá Exi og yfir leiknum. Þá myndi ég segja að það er Elo. Ég myndi segja að MVP á leiknum sé Elo. En mér finnst einmitt Daniel vera geggjað sjátt frá Silfur, maðurinn er náttúrulega svakalegur á main tank og það er enginn sem getur questionað hvað hann getur gert. Spilaði frábærlega. Daniel, Hrútsbúkur, Lilja. Mér hefur haft Gella og Engo alveg spilað, vel þarna líka. Þeir spiluðu mjög vel, en ég held að bara Lilja, Hrútsbúkur og Daniel hafa verið bara að spila bara sinn leik. Sammála því. Og bara ógeðslega vel. Nákvæmlega. Við getum náttúrulega líka að gefa kredit einmitt eins og Hospes og Orion og Finnsi náttúrulega, sem maður þarf nú varla að gefa kredit. Þessi leikminn áttu náttúrulega stórleik líka, en Elo var náttúrulega bara höfðinu hærri en þeir flestir, eins og hann er nú yfirleitt alltaf. Og mér fannst það svolítið svipað með Daniel. Lilja og Hrútsbúkur spiluðu frábærlega líka, en Daniel þetta voru nokkri sentimetrar sem hann hafði yfir þau
hann bara, þú veist, ég hræddur við hann á Reinhardt. Já, Ég held að séu fáir sem eru það ekki þegar hann fer upp á sitt besta. ég myndi ekki segja ég væri eitthvað hræddur við hann. Þú ert náttúrulega ekki supportspilar eins og Já. maður hræddur við Reinspilara sem kunna spila hann, Já, sko. Það hræðilegt. en ég myndi segja mér svona mislíkað að spila við hann. Já, Þú það veist, leiðilegt, sko. Hann veit hvað hann er að gera, hann veit hvað öll abilities gera, hann veit hvað hann að staðsetja sig, hann veit hvað hann að ulta, þú veist. Ég veit að Exi fílar ekki að spila mótunum eftir seinustu viðreik. Já, þú Það veist, alveg á hreinu. þetta er bara algjör mennis, þú veist, hann er bara, þú veist, hann skilur bara, og líka bara vinnuna sem hann er búinn að setja í Exi. Já, í Þú veist- Silfur segirðu. Nei, Íló. Íló, já, í Exi, Já, þú veist, í Exi. Hann er náttúrulega orðinn svona tæknilega þessi fyrirliðin í dag eftir að Nonsi fór niður í akademíuliðið þeirra. Já, En þú veist, þú horfir bara á Exi liðsheildina, sem ég sagði á hann, þessi menn alltaf þekka hvern annan út og inn, þú veist, hittast dagsdaglega og tala saman allt og allt í lífinu, skiljuru. Og þeir út með svona hóp sem svona rosalega náinn, þú veist, ég þekki þetta bara af reynslu, að þá kemur eitthvað ekstra út, þú veist, þú færði eitthvað auka, þú veist, það auka traust sem þú berð á milli leikmanna og liðsfélaga og svoleiðis, þú veist, það er auðveldara fyrir ykkur að taka gagnrýni frá okkur öðrum og það kemur aldrei frá svona leiðinlegum stað eða svona egotistikal stað, ef þú fattar hvað ég meina. já, Og það sýnir sér rosalega mikið í spilinu hjá Exi að þeir eru rosalega skipulagðir, þeim langar að spila saman, þeir skemmta sér á því að spila saman, þeir vilja vera þarna í þessum hópi, þeir myndi ekki treyta neinum út fyrir neinn og það er bara svona, þú veist, þetta er bara alveg liðselt. Þeir eru að koma af kraftinni í þetta mót og ég verð bara viðkynni, ég er ekkert eðlilega spenntur að sjá Exi á móti Atgerum og Böðlum. já, þú veist, ég hef full að trúa á þessu liði, sko. Það er bara, þú veist, það er eiginlega ekkert meira til að, þú veist, þetta er bara lið, bara vita hvað þeir gera, eiginlega. Þú veist, og þeir eru náttúrulega bara með, þú veist, óðast lík spilara. Þú veist, hann var í Palace Eternal. Segðu. Og LA Valiant líka. Já, og ég glemdi Valiant. Og þú veist, hann náttúrulega veit alveg hvað, þú veist, hvað er í gangi, þú veist, hvað hann að gera, þú veist, hvað, þú veist, Það verður gaman að sjá Böðlar vs Exi núna með Haffa í Böðlum og Finsa í Exi. Það verður eitthvað. ég held að Exi getur tekið á það, sko. Ég held það nefnilega líka, sko. Á miðað við hvernig Atgerar stóðu sig á móti Böðlum í helgamótinu, Já, þá held ég að Exi eiga alveg séns ef að þeir spila sinn leik rétt og á miðað við hvernig þeir hafa staðið sig á móti Tröllum og Silfur. já, það er líka bara, Huffy Cool verður ekki á DPS. Nei, það er mjög áhugavert. Það er svona skrítin. Þeir eru náttúrulega með Sindra og Þeir eru náttúrulega með Sindra og Snorra. Og það er erfitt að henda þessum mönnum úr liðinu. Já. Og síðan eru þeir náttúrulega með, þú veist, það er Stíl og það er El Maestro og Fúþark og allir þessi menn, skiljum við. En saman með þetta segja Exi. Þú getur talið upp þeirra byrjunlið og sagt bara mjög svipað þá, nema kannski einn og einn leikmann. Já. Þannig að eins og ég segi, ég er spenntur að fylgjast með hvernig Exi er að spila og sjá hvernig þeirra leikir fara restina af tímabilinu. Að því sögðu, ég held að Silfur þurfi núna að fara smá í svona skoðun á bakvið lokaðar dyr. Já. Og hugsa með sér, ætlum við að fara í gegnum þetta tímabil bara á því að eins og við hefum gert fyrir tímabil, eða ætlum við að rífa þetta upp og koma ógeðslega sterkt tilbaka. Ég er náttúrulega, sem finnandi leikmaður þeirra, þá ég veit að þau skrimma fjóði sinum þrissar í viku, sem er bara gott. Ég held að það er svona þetta að skoða þennan leik bara sérstaklega og bara Sammála því. og sjá bara hvað ég geta gert betur. Svona hlutir eins og þetta með Lilju og Sigfinni þarna á Rialto, þú veist. Þau þurfa náttúrulega að sjá þetta sjálf og fatta svona, ég þarf að passa mig. Já. Af því að það sem að ég geri hefur náttúrulega áhrif á restina af liðinu. Þannig eins og með Lilju, hún var búin að spila frábærlega á hans á þarna, strax og hún er úr fætinum, þá er þetta erfitt fyrir restina af liðinu. Hún er the main damage dealer þarna, hún er að gera rosalega mikið fyrir liðið. Það er erfitt þegar maður missir svoleiðis leikmann úr tímfætinum á fyrsta punkt. Já, hún er líka sko, þú veist, hún er Hanzo, þú veist, og Já, nákvæmlega. Og þú veist, og sérstaklega þegar þú ert á móti double shield, þá verður hún að vera með í fætinum. Einmitt. Þú veist, hún er main damage. Já, það er líka, þú veist, ef þú tekur bara fram hvernig þetta er, þú veist, hjá Silfur. Þau náttúrulega treysta rosalega mikið á Lilju og Daniel. Og þú veist, ef þú skoðar bara hvernig þau spiluðu í dag, þá var þetta náttúrulega Daniel og Hrútspunkur og Lilja sem voru svona aðal hetjurnar í þeirra liði. Og þegar þú missir einn af þessum þremur mjög snemma í tímfætinum eða áður en hann byrjar, það drepur eiginlega allt sem það ætlaði að gera. Já, mjög sammála.
Þannig að en já, að því sögðu þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur hérna í kvöld. Já. 3-0 sigur Exi Esports niðurstaðan í kvöld. Minnum á næstu leiki og næstu umferð. Það sem sagt Þorbjörn vs Bölvun Akademían og síðan Hrútar á móti Silfur. 2 mjög skemmtilegi leikir og rosalega spennandi. Það er gaman að sjá hvort Silfur komi brjáluð tilbaka á móti Hrútum og hvort að mínir menn í Bölvun Akademíu komi gjörsamlega viltir inn í næsta leik og segir eftir sigur í fyrsta leik. Annars bara þökkum við fyrir okkur í dag og vonum að þið hafi skemmt ykkur konunglega yfir þessu kastið hjá okkur. Takk fyrir okkur.